að koma sér fyrir hérna. Ég er svo lítil, ég sé ekki fyrsta borðið. Já, eins og Kristín sagði, þá ætla ég hérna aðeins að renna yfir þessa stefnu sem við erum bara að leggja loka hönd á og eigum svona bara eftir að ganga frá. Afsakið. Já. Streymið sér ekki glærurnar einar held ég, þannig Er það? Þú ekki að fara þar yfir? Ertu búin? Ok. Það ekki fundið nema þessi teknilega vandamál. Afsakið. Já, örstutt innsýn inn í þessa stefnu sem við erum að klára. Og eins og Kristín sagði þá hófst vinnan við þetta í desember 2020 og það var umfangsmikið samráð haft við hagsmunaaðila þannig að þetta hefur tekið dálítinn tíma en nú erum við að klára þetta. Og í lögunum sem sagt segir að Minjastofnun skuli vinna með nefndunum að stefnumörkun annars vegar verndun fornleifa og fornleifarannsóknir og hins vegar verndun byggingararfs. Og við fundum það fljótlega í vinnunni að bara við upphafið þetta kemur bátaarfurinn svona inn í þetta líka í gegnum handverkið og það eru snertifleitir í gegnum fornminjasjóð þannig að það var ákveðið að gera minnisblað bátaarfur sem fylgir stefnunni. Verkefnisstjórnina skipuðu Kristín Huld, forstöðumaður Minjastofnunar, Hanna Rósa Sveinsdóttir sem var formaður húsafriðunarnefndar þegar vinnan hófst, Sandra Sif Einarsdóttir sem var varaformaður fornminjanefndar á sama tíma og svo komu inn í vinnuna nýjir formenn nefndana, Andri Skúlason formaður fornminjanefndar og Arnhildur Pálmadóttir nýr formaður húsafriðunarnefndar. Þannig að þetta var vel skipaður hópur og svo var Þórður ráðgjafi og svo kom ég þarna líka að. Þannig að afraksturinn er stefnuskjal, minnisblaðin bátaarfinn og með stefnuskjalinu aðgerða áætlun sem að auðvitað verður ekki framkvæmt nema að fást fjármagn í ákveðnar aðgerðir en við vonum að það verði nú eitthvað hægt að finna út úr því. Við settum fram framtíðarsýn sem nær utan þá mikilvægu þætti sem að stefna skal til framtíðar, tengsl fornleifa og byggingararfs við samfélag í nútíð og framtíð og ekki síst að horfa til þeirra tækifæra sem í þeim felast. Markmið stefnunnar eru 5 og ég ætla að hlaupa hratt yfir svona innihald þeirra hérna á eftir og svo það nú þannig að erindin sem koma hér á eftir að þau taka með einhverjum hætti mið af þessu markmiðum. Þannig að það er svona ákveðin leikur að finna hvað tengist hverju. En þetta er sem sagt að efla markviss viðbrögð vegna náttúruvár og framkvæmda, að efla rannsóknir á fornleifum og byggingararfi, auka samstöðu vernd fornleifa og byggingararfs, viðhalda þekkingu og handverki og styrkja vitund mikilvægi fornleifa og byggingararfs og í gegnum þetta allt renna samtal og miðlun af því það er náttúrulega svo gríðarlega mikilvægt í öllu sem við gerum. Fyrsta markmið er þetta að efla markviss viðbrögð vegna náttúruvár og framkvæmda. Og undir hverju markmiði eru áhersluatriði sem eru hér skráning fornleifa byggingararfs, skilvirk viðbrögð hagsmunaaðila og mótvægisaðgerðir vegna fornleifa byggingararfs í hættu. Nú náttúruvá er náttúrulega stórt viðfangsefni hjá okkur eins og öðrum og það er mikilvægt að leggja aukinn þunga á skráningu fornleifa byggingararfs til þess að við fáum yfirsýn yfir menningarminjarnar okkar, séum upplýsingar ástand og getum forgangsraðað þegar kemur að verndun og rannsóknum. Það er nauðsynlegt að það sé gott aðgengi að þeim gögnum sem skapast í skráningu eða vera til við skráningu og í landfræðilegum gagnagrunni og það er ekkert síður mikilvægt þegar kemur að skipulagi og framkvæmdum af því að til þess að auka líkurnar á því að fornleifar byggingar verði ekki fyrir skaða framkvæmdi þá þurfum við þetta að hafa þessar grunnupplýsingar þau. Skjót viðbrögð og vel skilgreind tengslanet eru lykilatriði þegar horft til náttúruvár og hamfara sérstaklega. Allir þurfa að vita hvað hlutverkið gegna og hvert skal leita þegar eitthvað gengur á. Það þarf að horfa á mótvægisaðgerðir vegna minja í hættu og helst viljum við náttúrulega geta að skoða hvert tilvik fyrir sig og valið þær mótvægisaðgerðir sem henta hverju sinni. En þetta snýst líka áhrif stóra mótvægisaðgerða sem verið að fara í vegna loftslagsvárunar á fornleifar og byggingararf. Af því að til dæmis skógrækt getur auðvitað haft gríðarlega áhrif á arfinn okkar. Og við þurfum að tryggja að þau skaðist ekki af þessum stóru framkvæmdum sem að oft þarf að fara í.
Við viljum efla rannsóknir á fornleifum byggingararfi og þær eru náttúrulega hornsteinninn sem að vitneskjan menningararfinn okkar byggir á og aukin vitund og þekking á arfinum hefur bein áhrif á lífsgæði líka. Það þarf að huga kröfum í framkvæmdarannsóknum og forgangsröðun þegar horft til eins og náttúruvár og loftslagsbreytinga. Það þarf í auknum mæli að horfa á hringrásarhagkerfið og kolefnisspor bygginga þegar kemur að rannsóknum á byggingararfi og Arnhildur mun koma betur en það hér á eftir. Það þarf að tryggja fagmennsku í öllum rannsóknum með vöndu vinnubrögðum og miðlun niðurstaðna. Fornleifarnir og byggingararfurinn skulu njóta vafans í allri ákvarðanatöku og þess vegna mikilvægt að Minjavörslan líka komi snemma inn í alla framkvæmdir og geti gert kröfur rannsóknir og það sé allt gert eins og við viljum að það sé gert. Fjármögnun auðvitað mikilvægur þáttur og tengist líka framkvæmdunum auðvitað að framkvæmda aðalega greiði fyrir þær rannsóknir sem kröfur gerður að sé farið í. En þetta snýst líka fjármögnun vísindarannsókna og þar af leiðandi auki fjármagn í sjóðina, húsafriðunarsjóð og fornminjasjóð. Aukin samstaða vernd fornleifa og byggingararfs. Þar erum við að horfa á samráð, aukin áherslu á vægi og skýra sýn á friðlýsingar. Af því að þessi verndun þetta sameiginlegt verkefni okkar allra og það mikilvægt að sé öflugt samtal á milli hagsmunaaðila og það þarf að skapa samfélagslega sátt mikilvægi verndunar og skilning á þeim tilgangi og þeim tækifærum sem í því felast. Nýting getur verið ýmsum toga og við vitum öll að byggingararfurinn, hann varðveitist best ef hann í notkun, en það geta ýmis tækifæri líka falist í nýtingu fornleifa. Það þarf að horfa til fleiri og fjölbreyttari þátta við mat á fornleifum og byggingararfi, til dæmis til yngri minja sem var mjög mikið áköllum í öllu samtali við hagsmunaaðila í vinnunni. Það þarf að horfa á fágæti, það þarf að horfa á hringrásarhagkerfið, upplifun og mikilvægi fyrir nærsamfélagi líka, það skiptir líka máli. Það þarf að horfa á fornleifar og byggingararf sem hluta af heildum og stærri svæðum. Og þegar kemur að friðlýsingum þá þarf að liggja til grundvallar skýr sýn á forsöndu friðlýsinga, það þarf að kynna betur tilgang friðlýsinga og vægi þeirra minja sem hljóta þann status að vera friðlýstar. Við viljum viðhalda þekkingu og handverki, það þarf að auka nýliðun og tryggja flutning þekkingar á milli kynslóða. Þarna erum við að tala handverki viðhald byggingararfs og báta og þá það líka við fornleifarnar, þetta torf og grjótleðsla, grindar, gluggasmíði, bátasmíði og svo framvegis. Þetta auðvitað mjög sérhæft handverk og alveg ljósta að þeim fækkar ört sem að hafa þessa þekkingu og það þarf að huga skrásetningu upplýsinga handverkið og miðlun þess, auka rannsóknir og þekkingu á byggingatólum, byggingaefni fortíðar og finna leiðir til þess að tryggja kennslu í þessu handverki. En það auðvitað erfitt að stuðla nýliðun ef á eflingu á þessari sérþekkingu ef við höfum ekki nægilega mörg og fjölbreytt verkefni. Þannig að það þarf að finna leiðir fyrir aukinn stuðning við verkefni á sviði viðhalds og endurgerðar menningarminja. Og síðast en ekki síst, þá þurfum við að styrkja vitund mikilvægi fornleifa og byggingararfs. Og þá erum við að tala virkt samtal samfélagslegt gildi, aukna vitund fornleifar og byggingararf sem auðlind og virkjun heimafólks. Aukin sýnileiki forsenda fyrir sterkari upplifun samfélaga og þar með aukinni vitund það virði sem að í fornleifum og byggingararfi felst. Þekking skapar virðingu og þarna erum við ekkert síst að horfa á yngstu kynslóðina, að fræða frá bara upphafi. Fornleifar og byggingararfur eru auðlind sem hægt að nýta til svo margs og til svo margs góðs. Það hægt að nota þetta nota menningarminjar í átthagakennslu skólabarna, útivist, ferðaþjónustu og að skapa eftirsóknarvert umhverfi í bæjum og borgum og dreifbýli því við skipta. Vitneskja og tenging við fortíðina gefur aukna dýpt í tilveruna og eflir samkennd samfélagsins. Við ætlum að stefna aukinni jákvæðri umfjöllun og horfa í ávinning og tækifæri. Og síðast en ekki síst stefnt á auknu slagkrafti áhugamanna í málaflokknum og að virkja heimamenn til svæðisbundinna verkefna. Vegurinn liggur bara áfram
og vonandi hefur þessi stutta yfirferð gefið innsýn inn í þær áherslur sem að við hyggjum að verði í málaflokknum á næstu árum. Við viljum horfa á aukið samtal, aukna miðlun, aukið fjármagn og aukinn skilning. Nýtum þau tækifæri sem felast í fornleifar byggingararfi, tryggjum að gróska sig í rannsóknum og haldi sig vel á spöðunum þegar kemur að skráningu, að fornleifar byggingararfi sé nýtt á jákvæðan hátt til góða fyrir nærsamfélagið og tryggjum að við höldum í þá sérþekkingu sem þarf til að sinna málaflokknum til framtíðar. Takk. Ég brýt auðvitað strax þær reglur sem hafa verið settar. Við höfum nokkra mínútur ef það er einhver sem vill spyrja Ástu núna, en svo getum við gert það aftur á eftir. Nei, þakka ég kærlega fyrir. Næst er Arnhildur Pálmadóttir sem er formaður húsafriðunarnefndar og arkitekt og hún ætlar meðal annars að fjalla hringrásarhagkerfið og nýtingu byggingarefna og kolefnisspor bygginga. Þannig að gjörðu svo vel, Arnhildur. Sæl, ánægjulegt að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ég sem þetta náttúrulega starfandi arkitekt og samhliða vinnu minni eða í formennsku minni í húsafriðunarnefnd og þetta litast kannski svolítið af því, þetta erindi mitt. Þar ég ekki að hvernig kemst ég inn í mitt mínar glærur? Það er ég að vera þarna. Hérna er það. Svona, nú er þetta allt saman að koma. Sjá. Það er ekki present versus view hérna, jú, það er þetta. Herðu, þá erum við komin. Ég ætla að tala um mannvirki sem efnisgeymslur og hvernig það getur verið mikilvægt. Það er orðin hefð hjá mér að byrja fyrirlestra á nýjustu tölum tengt loftslagsmálum og mannvirkjagerð og fyrir þennan fyrirlestu þá ákvað ég að taka saman nýlega tölu sem kom út fyrir COP27 og tengjast mannvirkjageiranum beint. Og þessi fyrsta glæra tekur þetta eiginlega svolítið saman því að við virðumst lifa á einhvers konar blekkingatímabili vegna þess að raunverulega lausnir virðast vera svolítið róttækar og einhvern veginn náum ekki að koma þeim í gegn, svo við höldum svolítið bara áfram og erum ekki að gera alveg þessar nauðsynlegu breytingar sem við þurfum. Það gerist allavega hægt. Eitt dæmi sem við gerum oft er að við finnum bara önnur kerfi til að takast á við loftslagsvandann sem virka ekki endilega eitt og sér og það dæmum það eru til dæmis vottanir mannvirkjagerð. Þær jukust til dæmis 20% milli áranna 2020 og 2021 en losun kolefnis jókst samt meira á milli þessara ára en hefur nokkuð tíma gerst. Þannig að í sjálfu sér er þetta ekki bara einhver einföld lausn og vottanir eru náttúrulega ýmiss konar. Auðvitað hafa þær jákvæð áhrif á margt en þær eru ekki að leysa þessa kolefnislosun. Og þetta sést vel á skrifstofu Bloomberg í London sem hefur hæstu umhverfisvottun BREEAM sem hús hefur fengið í heiminum hingað til. Hanna Norman Foster, arkitektum, og það hefur komið sérst í ljós að eftir þetta hús var byggt, að ef þessi hæsti BREEAM staðall væri almennt tekin upp á öllum byggingum í heiminum, þá myndi það þýða 3 til 5 gráða hækkun á hitastig á heimsvísu, sem er náttúrulega allt of mikið, sem við viljum ekki fá. Ástæðan náttúrulega er svo að útreikningaverkefnisins snúast ekki innbundið kolefni við framleiðslu á efnum til dæmis. Það er verið að vinna til að bæta þetta, en þetta er vandamálið. Það voru til dæmis 10.000 tonna af sandsteinsklæðningu frá Indlandi í húsinu og 600 tonna bronsuggum sem voru fluttir inn frá Japan, en þetta var ekki tekið með eða massívar undirstöður og hvað það losaði að byggja það. Þannig að við munum náttúrulega aldrei ná markmiðunum okkar bara með því að votta og búti kerfi ofan á kerfi. Þannig að
við þurfum líka að gera breytingar sem hafa, aðalbreytingarna sem þurfum að gera þessi losun og kolefni, því að það er það sem skiptir mestu máli svo staðan því að byggingariðnaðurinn er náttúrulega með nánast 40% ábyrgð á kolefnislosun og auðvitað hafa vottanir jákvæð áhrif en þetta er til dæmis Urriðaholt, það er með bestu vottun umhverfis skipulags en við vitum náttúrulega að það hlýtur að vera einhver losun kolefnis sem átti sér stað við byggingarna þarna og ég held að það sé ekki einu svona strætóður þannig að það er svona eitthvað sem þurfum að skoða með þetta og við erum náttúrulega að byggja rosalega mikið og munum þurfa að byggja meira bara á milli 2015 og 2021 jukust gólffermetrar 24 milljarða þannig að við þurfum að takast á við þetta. Við þurfum að bæta við heilli New York borg í hverju mánuði næstu 38 árin til að byggja fyrir fjölgandi mannkyn. Þannig að það er svona ýmislegt sem við þurfum að skoða. Við þurfum líka að muna að fólk hreyfist milli landa og svæða og nú þegar það verður bara ennþá meira á næstu árum. Og við erum að takast á við það einhvern hátt, þannig að það þarf ekki bara að byggja fyrir fjölgandi mannkyn heldur, þá þurfum við líka að vera viðbúin að fólk flytja á milli svæða vegna loftslagsbreytinga, hækkandi sjávarstöðu og breyttra aðstæðna á mörgum stöðum. Þannig að það eru svona ýmsar áskoranir sem að bætast við það að við erum nú þegar að losa mikið. Og það er líka mikið af rusli, mikill úrgangur sem er ekki verið að bregðast við, sem eru línulegur og framleiðsla á nýjum efnum er ennþá 9% af heildar losun kolefnis sem er svolítið mikið. Og við erum kannski ekki Tókíó eða Japan ef við hugsum okkur svona íslenskar aðstæður og stærstu vandamálin verða kannski ekki til hér en við erum samt hluti af þessu vandamáli og verðum að horfast í augu við það hversu mikið húsnæði við þurfum að byggja fyrir vaxandi íbúa fjölda jarðarinnar og hversu mikið byggingarefni það krefst. Sem er ástæðan fyrir því að við þurfum að skoða hvað við höfum þegar framleitt, hvað hefur þegar losað kolefni og hvernig getum við endurnýtt það og meðhöndlað, til dæmis úrgang líka. En það sem er kannski einna verst náttúrulega er öll þessi sóun og hversu mikið við notum af öllu. En við erum að gera hlut á Íslandi sem betur fer, stór skref á síðustu 2 árum. Við byggjum grænni framtíð samstarfsverkefni stjórnvalda á hagaðili í byggingariðnaðinum vistvæna mannvirkjagerð og það á rætur sínir að rekja til einar af aðgerðaráætlunum í aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Og fyrsti fasi verkefnisins sem kláraðist í maí í ár fólst í að meta árlega losun mannvirkjagerðins og setja markmiðum að draga úr þeirri losun til ársins 2030 og skilgreina aðgerðir til að ná þeim markmiðum. Og niðurstöðurnar eru birtar í vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð 2030 sem er hægt að lesa á vefsæði verkefnisins og næsti fasin er að innleiða aðgerðirnar. En þetta er frábært verkefni og þetta er það sem við getum notað sem tæki til þess að lækka reyna að vinna móti þessari losun kolefnis. Það sem er áhugavert að það liggja fyrsta skipti fyrir tölur losun Íslands í tengslum við mannvirkjagerð. Og þarna notast við tæki sem heitir lífsfélagsgreining sem er eiginlega það besta sem við höfum núna til þess að fylgjast með þessari losun. Og þar er farið til dæmis yfir útreikninga á kolefnisspori mismunandi efna frá því þau eru framleitt og þangað til þeim er annarkvort fargað eða þau eru endurnýtt og þau fá bara ákveðin stig fyrir það. Og þetta tæki gerir hönnum líka kleift að bera saman efni áður en að byggingin er hönnuð til að velja þau sem hafa lægst kolefnisspor. Og þetta er dæmi losunartölur en á Íslandi þá hafa bara svo fá byggingar verið lífsferilsgreindar að það er svolítið svona erfitt. Þið getið skoðað þetta betur inn á í bæklingnum sem liggur úti en það er bara svolítið erfitt að fá nákvæma niðurstöður en þetta mun uppfærast samhliða fleiri verkefnum sem eru lífsferilsgreind. Og þannig að það er bæði þetta að nota þessar lífsferilsgreiningar til þess að greina hús sem eru nú þegar til, bara eins og Iðnó til dæmis og til að vita hversu mikið innbundið kolefni er hér í þessari byggingu og líka í nýju og sem hönnunartól fyrir þá sem eru að hanna nýjar byggingar til að þær séu þó innan þeirra marka sem við viljum. En það sem er áhugavert við niðurstöðunar í skýrslunni sem ég ætla að nefna núna er að það langmest losun í íslenskum byggingariðnaði við framleiðslu á byggingarefnum eða 45% og hingað til höfum nefnilega ekki endilega mælt þetta sem losun á Íslandi vegna þess að flest efni eru framleidd erlendis en auðvitað berum við ábyrgð á þeim efnum sem við veljum að nota og eru framleidd fyrir okkur. En hráefnaneysla á heimsvísu mun næstum tvöfaldast, segja spár, eftir því sem að hagkerfin fyrir árið 2060, eftir því sem að hagkerfi heimsins vex og lífskjör hækka sem mun auka náttúrulega vandamáli sem við búum við í dag. Það er svolítið erfitt að hugsa það hversu mikið við mengum í dag þegar allt stefnir svo við þurfum að tvöfalda mengun, notkun á mengandi efnum og við þurfum náttúrulega nauðsynlega að draga úr notkun á fyrstu kynslóðar efnum
sem sagt svona virgin materials eins og er sagt, sem við þarf að ná í og byrja að endurnýta þau sem er til. Það er búið að rannsaka og leggja til lausnir sem er gríðarlegt tækifæri til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en það snúast að nýta efni betur og nota efni sem hafa nú þegar losað kolefni og varðandi til dæmis G7-löndin þá gæti svo aðferð að endurnýta byggingarefni, nýta betur, dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda stórvægilega næst fyrir 2050 ef farið var í slíkar aðgerðir sérstaklega. En það er ekki hægt að sjá mjög mikla breytingar hérna, allavega heldur ekki á Íslandi og við erum svolítið í sama farinu og Váhúsið var til dæmis, við rífum allavega eina byggingu í mánuð ef ekki fleiri og hérna Váhúsið var eitt af 3 sem var rifið ekki af því að það væri ónýtt heldur af því að það passaði bara ekki inn í framtíðarskipulag svæðisins og þó að vísindalega rannsóknir sýni það, skýrslu sem hafa verið gefnar út að það getur verið 49% minni losun af framkvæmd þar sem byggingarefni er endurnýtt þó að það þurfi að vinna efnin aftur og breyta þeim og lagfæra. Samanborið við að nota nýtt efni. Og ég ætla nú ekki að gera lítið úr hlutverki arkitektsins í þessu, að við erum náttúrulega hluta keðjunum, við veljum efnin og við getum alveg haft áhrif á þá sem við vinnum fyrir og eigum að náttúrulega vera sérfræðingar og veita ráðgjöf við þessu. Og já, þannig að þetta er rauninni bara að við notum allt og mikið af nýjum efnum. En það líka að skoða þessi mál fyrr í ferlinu, hér er dæmisvæði þar sem deiliskipulagið gerir ráð fyrir því að gamlar iðnaðarbyggingar verði fjarlægðar, það er bara ekkert mál, það er allt í lagi, en óháð gildi þeirra að öðru leyti þá eru til dæmis byggðar úr stálburðarkerfi, þær hafa stálburðarkerfi sem hefur nú þegar losað kolefni og ég veit það eru hugmyndir að endurnýta þær og hérna vonandi verður það gert, en það var náttúrulega bestið bara að fengja að standa áfram þar sem þau eru fyrir utan að þau hafa náttúrulega iðnaðarsögulegt og sögulegt gildi. Þannig að hérna og ef það er ekki nóg að þá út af allavega loftslagsáhrifina sem að niðurrif á þeim og endurbygging nýs hús hefur sem er stórt. Þannig að vandamál er ekki að við byggjum byggingar sem endast ekki nóg lengur, heldur frekar að við rífum þar af því að við þurfum að breyta notkun þeirra eða það, já, bara eða jável út af einhvers konar tískustundum og einhvern veginn til að auka byggingamagn en auðvitað getum við nýtt þær áfram og byggt á þeim áfram og tölur segja núna að alltaf helmingur af þeim byggingu sem til núna getur verið horfna 2050 en samt vantar okkur húsnæði fyrir framtíðina. Þannig að það er svona svolítið skrítið að fara að vera að rífa þegar við þurfum að byggja. En það sem ég er svona smá saman að reyna að segja hér er sú hugmynd að alla byggingar sem hafa nú þegar verið byggðar ætti að flokkast sem bankar eða geymsla fyrir byggingarefni og að þau megi ekki rífa nema búið sé að skrá hvaða efni er í þeim, kolefnisspor þeirra reiknuð, innbundið kolefni og að búið sé að finna not fyrir þau aðra byggingu eða framkvæmd. Byggingarefnin eru þá þannig vernduð að þau haldist inn í virðiskeðjunni og ef á að nota þau aftur þá verða þau aftur að minnstakosti hluti af hringrásinni í staðinn fyrir að enda í línulegu ferli sem myndi strax spara 49% kolefnisspor og ef gert skipulega alltaf 80% í framtíðinni, segja tölur. En skipulegt að hanna niðurrif og endurnýting er nú eitthvað sem er þegar verið að gera á mörgum stöðum og ég til dæmis vinn með dönsku stofunni Linnager sem sérhæfir sig í þess konar verkefnum. Þetta er oft kallað hanna niðurrif og nýju byggingarna sem taka á móti efni hinna byggingana eru kallaðar dónorbyggingar, þær taka við. Og þau hafa meðal annars tekið þátt í uppbyggingu á svæði Karlsberg-verksmiðjunnar í Kaupmannahöfn þar sem að múrsteinsútveggir frá gömlum brugghúsum í Karlsberg verksmiðjunum var sem sagt, voru fjarlægðar. Það var ekki eftir að taka steinan í sundur af því að eftir 1960 var lími sem var notað í að hlaða múrsteinsveggi svo miklu sterkara þannig að þau eru að skera það út í bútum og nota það sem útveggjaklæðningu. Þannig verður saga og sál gömlu byggingarinnar fekk nýtt líf. Og múrsteinandi komu gömlum skólum líka til að fylla upp í til að það væri nóg og það var notast við endurinni timbur og steyphússtöðvum metrókerfisins í Kaupmannahöfn sem verið að laga og gera upp. Og núna eru þessar íbúðir með hæsta fermetraverð í Kaupmannahöfn því að íbúðirnir bara meta þessi gæði og þessu sögu og finnst þetta bara mikilvæg hluti af því að búa í húsi að geta sýnt fram á einhver sögu. Annað verkefni Linnager er leikskóli í Glaðsag sem að kalla Svanurinn og Svanurinn er fyrsti skólinn sem er algjör hringrás. Nýja byggingin var byggð á lóð þar sem áður stóðu 2 skólabyggingar sem sjást þarna á þessari mynd frá mismunandi tímum. Þeim hafði ekki verið haldið við, lögreglan hafði notað aðra þeirra til að æfa einhverja sprengjuárásir og eitthvað. Þannig að þetta voru byggingar sem ekki var hægt að halda áfram að nota.
Og gömlu skólarnir voru teknir í sundur bút fyrir bút, efnin skoðuð og greind og svo var nýji skólinn byggður úr stórum hluta þessara byggingarefna sem voru í gömlu skólanum. Þakbitar, þakklæðningar, þær voru notaðar sem útveggjaklæðningar, endurnýtt timbur og ál og margt fleira. Til dæmis þetta þakviðirnir úr annarri gömlu byggingunni. Og þessi skóli var verið að taka hann í notkun núna í haust. En þetta var til þess að það sparaðist 650 tonn af efnum og kolefnissporið var bara brot af því sem það hefði verið, þetta hefði verið nýtt. Skólinn var heldur ekki dýrar en ef hann hefði verið byggður úr nýjum efnum. Það var alltaf markmið verkefnisins líka. En, það kannski ekki svo mikill munur á því sem Lendager að gera og því sem Íslendingar hafa bara gert í gegnum aldirnar að nýta gamalt efni og gera það sem þarf til að lagfæra það. En þeir eru náttúrulega að gera þetta á stórum skala með skipulegum hætti þannig að aðrir geti nýtt sér aðferðirnar og aðgerðirnar og þetta náttúrulega raunverulega minnkar kolefnisspor við mannvirkjagerð. Þetta hefur mjög mikil áhrif og mestu áhrifin virðist vera. Og þegar við vitum hvað efni eru til staðar í byggingunni, hvað eiginleika þau hafa á ástand, þá er hægt að útbúa yfirliti við þau eins og Lendager gerir og þannig er hægt að meta innbundið kolefni og nýta efnið í nýja hönnun ef á að breyta byggingunni. Og þetta sýnidæmi er úr Evrópuverkefni sem heitir BAMB eða Buildings as Material Banks og byggingin fær það einhvers konar svona vegabréf þar sem allar upplýsingar efni byggingarinnar, gæði og ástand kemur fram, auk þess sem innbundið kolefni eða það kolefni sem nú þegar hefur verið losað til að framleiða efnið. Og í rauninni gæti þessi svona vinna verið tenging við skráningaforrit húsakannana þar sem að nú þegar er verið að skrá byggingarefni og stærðir og ýmsar upplýsingar og þannig gæti skráning húsa með niðurstöðum lífsferilsgreiningar verið forsenda þess að öll hús fái byggingarefnispassa og það getur náttúrulega, þannig myndast ekki bara upplýsingar byggingar og menningarsögulegt, þannig myndi ekki bara upplýsingar byggingarsögulegt, menningarsögulegt og umhverfislegt gildi liggja fyrir, heldur líka magn innbundins kolefnis og verðmæti þeirra efna sem í byggingunni. Og þetta væri svo hægt að nota við gerð deiliskipulags og til að koma í veg fyrir niðurrif og svo ætti náttúrulega ríkið að setja kolefnisskatt á framkvæmdir svo það væri hvati til að nota afgangsefni eða endurnýta byggingarefni og það myndi líka gera það mjög óhagkvæmt að rífa byggingar þegar upplýsingar innbundið kolefni liggja fyrir. Því að það er bæði þegar verið að rífa að við notum kolefni og uppbyggja upp aftur og það getur aldrei orðið betra heldur en að nýta það sem er. En það er gaman að horfa á torfbæinn í þessu samhengi því að umhverfisvænni mannvirki var alla hægt að hugsa sér byggður íslenskum byggingarefnum og nærumhverfinu, einfalt að taka í sundur og nota aftur annars staðar, endurnýta efnin. En það sést á náttúrulega gömlu myndum að sami torfbærinn getur haft mismunandi útlit eftir því hvað var gert við það. En eins og kom fram í tilvísuninni á undan, þá er umhverfisvænasta húsið það sem ekki þarf að byggja, óumhverfisvænast er að rífa og byggja aftur. En við vitum að mannkynin er að fjölga, það þyrfti að fá inn fjármagn til að viðhalda og koma í veg fyrir rif á húsum og minjum sem er ekki friðuð eða flokkuð sem menningarminjar, fullt af iðnaðar húsnæði út allt sem enginn er að passa í rauninni og líka það að þróa samhliða ný verkefni sem geta stuðlað að lækkun kolefnisspors í mannvirkjagerð í gegnum þetta sem ég hef verið að fara yfir. Og rökin fyrir því er verið að halda efnum sem nú þegar hafa losað kolefni í hringrásarkerfinu og það er líka tækifæri núna þegar vinna er hafin við endurskoðun á lögum menningarminjar að skoða þessa hluti betur því þetta er tækifæri til að hugsa betur þau mannvirki sem við eigum nú þegar og samhliða mikilvægt innlegg til að lækka kolefnislosun í mannvirkjagerð. Þannig að, já, takk fyrir mig. Eins og ég segi, ég brýt reglurnar strax. Það er tími til að spyrja hana spurninga ef að þið hafið áhuga á, en það verður það líka á eftir. Mér finnst þetta alveg óstjórnlega áhugavert efni og þetta er nýtt hjá okkur, hjá Minjastofnun og kom svona ný hugsun inn með þér sem er spennandi að fylgjast betur með og tilenga sér. Heyrðu, en bara þakka þér fyrir. Þá er það hann Andri Skúlason sem er formaður fornminjanefndar og hann er eitt og annað, hefur marga hatta og hefur haft mikinn áhuga á minjavernd lengi fyrir utan náttúruvernd sem hann hefur unnið svona mest með. Ég segi ekki mikið meira en það að
hann ætlar að ræða minjar, vannýtt tækifæri og áskoranir varðandi minjarnar. Það þarf ég að finna þetta. Finna kubbin. Þetta er undir skýrslur. Þetta er hérna. Skýrslur. Ársfundur. Ráðsfundur á... Mögulega starf annars þar en Ég vinn sko að makka sko, þannig að þetta getur verið svona þetta smá. Hérna. Ég ætti verið að fellin sem á makkanum tala ekki við vindurstóluna. Já, þetta er komin upp á það sko. Í vindurstóluna. Já. Sérst ekki henni næsta ár. Get ég googlað hann einhverstaðar? Googlað hann að skrifa bara ársfundur á næsta ár. Það er í fælum. Svona. Ársfundur þeirra á. Það gengur svona prýðilega vel. Sko, ég veit það. Það vantar bara á skjáinn. Já, það hafa ekki verið neina fyrirspurnir eða neitt, þannig að þetta sleppur. Slænd. Fáðu ykkur kaffi. En er slökkt á skjánum? Slætið er hérna, náttúrulega bara. Slætið hérna og svo er bara hérna. Já, þetta er hérna allt saman. Er þið komið sæl? Ég ætla að takast hérna á við að fjalla vannýtt tækifæri og áskoranir líka. Og það er að mörgu að hyggja þegar kemur að menningarminjunum og margar stórar áskoranir. Og ég var að hugsa þetta í gærkvöldi þegar ég var að byrja að vinna þetta, þá finnst mér upphafinu og endinu vera alltaf á þessum punkti þegar kemur að menningarminjunum. Stóra áskorunin er raunverulega almenn vanþekking á málaflóknum. Við höfum ekki einhvern veginn náð til samfélagsins, ekki náð til ríkis eða sveitarfélaga. Og það birtist í mörgum myndum. En það góða við þetta er að áskorunum fylgja tækifæri og þess vegna þarf að eiga sér stað markviss kynning á gildi og mikilvæga menningarminja, ekki síst meðal ríkis og sveitarfélaga, og það er forsenda þess að
efla málaflokkin í heild sinni. Minjastofnun þarf hins vegar bæði mannafla og fjármuni til að geta sinnt skyldu sínum í þessum efnum og kynnt málaflokkin og fyrir hvað stofnunin stendur. En ég var gríðarlega hugsi í gær eða fyrradag hvernig sem ég horfði á Alþingi. Þá eiginlega opinberaðist fyrir mér hvað við ættum raunverulega langt í land og ég veit ekki hvað ég að beðast afsökunar á því, en ég hlustaði á ræðu tiltekins þingmanns og þá bara opinberaðist fyrir manni hvað dýptin er lítil ennþá meðal allt og margra. Og þetta er á einu háa Alþingi og ég ætla bara að leyfa ykkur að heyra Komandi úr sveitarfélagi sem er hér nálægt okkur Hafnarfirði. Við erum með gamlan miðbæ þar. Það sem að hefur reynst erfitt bara í þróun að jafnvel þó að sé í gildi deiliskipulag frá bara, sem er búið að vera í gildi mörg ár, það hefur reynst erfitt að ráðast í framkvæmdir vegna þess að Minjastofnun hefur gert slíkar kröfur að það þurft að finna sambærilega lóð og annað til þess að flytja hús. Og þetta hefur háð sveitarfélögum í því að þróast. Þetta hefur háð sveitarfélögum í að þróast, segir hann. Og svo tók hann aðra ræðu. Og þarf að segja þessar breytingar sem að hér eru lagðar til, það sem ég óttaðist kannski örlítið hér í upphafi og við lesturinn hvort að það væri verið að færa Minjastofnun auknar heimildir, aukin völd, auki flækjustig fyrir þá sem að þurfa að leysa úr þessum málum og ég nefndi hér sérstaklega sveitarfélögum og það raunar verði að segja að í umsögnum sem að eru hér fylgjandi í þessu frumvarpi að það kemur óvart að Samband íslenskra sveitarfélaga hafi ekki fjallað það sérstaklega að þessar flækjur sem að ég bara kannast sjálfur við, hafandi verið fulltrúi í sveitarstjórn í tiltölulega stóru sveitarfélagi á íslenska mælikvarða, að þær flækjur sem að hafa orðið á vegi okkar á þeim tíma og eins og ég nefndi hér í andsvari mínu, jafnvel þegar í gildir eru deiliskipulags frá upphafi þessara aldar, að þá hefur ekki engum, hvorki lóðarhafar né sveitarfélagi, tekist að liðka fyrir nauðsynlegum breytingum vegna þeirra skilyrða sem að Minjastofnun hefur gert. Og ég held að það sé mjög brýnt almennt að Hver hefur ekki heyrt þennan söng áður? Flækjustig, Minjastofnun að þvælast fyrir og ég veit ekki hvað og hvað. Þarna stígur Freki Kalli fram á sjónarsviðið og það er alveg ljóst hvað á að víkja í hans huga. Það eru gömlu húsin í þessu tilfelli sem hann er ávarpa og skilningurinn er ekki dýpri en þetta. Þetta er fyrst og síðast bara fyrir og ég hef ekkert út á þennan einstaklinga setja það neitt. Þetta er byggt á vanþekkingu, fyrst og síðast. Það hefur minnstur hluti sveitarstjórnarmanna eins og ég hef upplifað þetta því miður sett sig niður í hvað þessi málaflokkur snýst. Og svona er verið að tala á Alþingi í dag. Og er nema vona að gengi illa að fjármagna þennan málaflokk meðan að skilningurinn er ekki dýpri en þetta. En ég vil vekja máls á því að þetta var undir umræðu menningarminjar á þinginu og það voru aðrir sem voru með bara fínustu ræður, töluðu fallega til okkar, en það eru samt sem áður dálítið mikið af ráðandi skoðunum þarna og ekkert síður meðal sveitarfélagana. og ég þekki það. Ég ætlaði nú ekki að halda áfram með þetta var komið nóg að þessu. Og ég þekki Ég þarf að geta skipt glæru. Ok,
en þetta var svona beint í æð bara. Og ég þekki það bara. Ég þarf að geta, já, þarna. En sko, talandi tækifærin, og það er svo merkilegt við þetta hvernig menn tala og ávarpa menningarminjarnar, vegna þess að sveitarfélögin heilt yfir, að því ég kem nú innan úr þeim geira. Ég var starfandi oddviti í 16 ár og vann mikið með menningarminjar, líka með náttúruminjar og vann mikið með menningarminjar, skráningar, verndun á gömlum húsum og svo framvegis, að því að bæði vildi ég skapa sveitarfélaginu og við sem vorum þar, skapa okkur sérstöðu og vinna svo með hana. Og þetta bara svínvirkaði. Og það eru öll sveitarfélög í grunninn að leita sér að sérstöðu. Maður heyrir bara mjög mikið rætt það þegar sveitarfélög hvernig þau að bæta ímynd sína og svo framvegis, þá vilja það finna sérstöðun að vinna með hana. Og hvað þá betur til þess fallið en einmitt menningararfurinn? Og svo mæti maður svona viðhorfið eins og þessi ágæti þingmaður talaði þarna. Þetta bara fyrir, flækjustig og allt eftir þessu. Þannig að það eitthvað alveg sérstakt átak sem þarna eiga sér stað. Og það eru öll sveitarfélög í landinu sem eiga sér sögu og merkan menningararf. Önnur sóknarfæri í samstarfi stofnana. Þá þarf að styrkja stöðu minja á friðlýstum svæðum. Ég mikill áhugamaður það og auka þannig leið gæði og upplifun gesta á viðkomandi svæðum. Þegar þetta tvennt kemur saman, og það verður allt of lítið verið unnið með þetta, þegar þetta tvennt kemur saman, þá getum við aukið gæði hvers svæðis alveg helming. Þannig að fólk geti upplifað hvort tvekki senn, náttúru og menningarminjar. Og bara svo það sé sagt, þá eru nokkuð mörg friðlýst á Íslandi sem hafa verið friðlýst vegna náttúruminja sem hafa meiri menningarminjar heldur en náttúruminjar. En samt sem að hefur kannski ekki einu sinni verið gerðar skráningar þar. Þannig að hagsmunir minja og náttúruverndar þeir verða að tala meira saman og í því eru mikil sóknarfæri og takið svo eftir, ég veit ekki af hverju þetta feitletrað þarna, en bara óvart greinilega, auka þar samstarf án sammenningar í þessum málum. Þetta kannski ekki tilvíljun að ég hef feitletrað þetta. En ferðaþjónusta og menningarminjar. Mikil tækifæri eru til staðar í ferðaþjónustu að vinna með minjar, bara mjög miklar og það auðvitað verið að gera það í ýmsum myndum, en kannski hefur ekki verið mörkun en heildarstefna á það, hvernig á að taka utan á það og ávarpa það. Og ég til dæmis talandi friðlýstsvæði og svona upplifunarsvæði sem eru gönguleiðir og annað slíkt, þá hefur það vakið athygli mína að inn á friðlýstu svæðum eru gönguleiðir lagðar einvörðungu nánast með tilliti til náttúruminja. Ef þetta væri byrjað að vinna að þessu hvoru tveggja í upphafi við skipulag og annað, tækjum menningarminjarnar með, segðum söguna leiðinu værum að upplifa náttúruminjarnar og upplifa söguna leiðinu vegna þess að það vanmeti hvað mikið af fólki sem hefur mikinn áhuga á menningarminjunum, allir eyðifirðirnir og allt þetta. Þetta verður bara að tala saman og mikil sókn í þessum málum. Svo eru önnur tækifæri. Það er efla samvinnu við áhugahópa, samanber minjafélögum landið og styrkja tengsl MÍ með Minjastofnunar Íslands við samfélögin. Og bara eftir ég byrjaði að skipta mér af innan Minjastofnunar þó með þessum takmarka að þetta vera bara formaður fornminnanefndar, þá hefur það bara komið í ljós að það skiptir ósælega miklu máli að eiga í góðu samtali við minjafélög. Ég get nefnt minjafélagi í Voga sem alveg sérstakt dæmi um sterkt og flott minjafélag sem að skiptir sveitarfélagið þar mjög miklu máli og við höfum átt í frábæru samstarfi við það
og áttum einmitt fund með fulltrúum bæjarstjórnar þar sem að kannski höfðu ekki jafn mikinn skilning og áhuga og minjafélagið en ég held að sé hægt að vinna á þessum punktum og það þurfa að gera miklu meira í því. Nú virkni og áhugi íbúa eykur skilning og áhuga á málaflokknum og það nefnilega alveg ótrúlega mikið af fólki og talandi að það oft talað að til dæmis eldri borgarar, þeim sé ekki fundin nægileg verkefni. Ég held að sé ekkert betur til þess fallið en þessi málaflokkar en að virkja einmitt eldri borgarar sem að þekkja svo vel til í þessum efnum á sínum svæðum og geta hjálpa til dæmis þegar kemur að skráningu menningarminja og svo framvegis. Þannig að ég hef bara upplifað það sjálfur úr minni gömlu heimabyggð. Nema hvað? Jú, ég ákvað að hafa myndir á einum stað, það er kannski ekki tilviljun. Ég hef pínulítinn áhuga á skipabátarunum sem finnst ég hafa eiginlega of mikinn áhuga á honum, en þetta enn eitt sóknarfærið, en við erum komin algjörlega á endastöð með þennan arf okkar, merkilega var verið að slá í bjöllu. Er ég búið með tímaðan? Var þetta viðvörun? Ok. Það sem sagt við erum að horfast í augu við það að við erum að núna varandi dekkbátana sérstaklega, dekkuðu svona stærri hlutana bátunum. Ef við ekki stigið inn í þetta af einhverjum myndugleika þá hverfur þessi menningararfur. Og hvað komið fyrir íslenskri þjóð sem hafði lifibrauð sitt af fiskveiðum og við værum líklega bara ekki hér í dag nema fyrir að þetta hélt bara lífinu í þjóðinni í áratugi en þetta er eins og með gömlu torfkofana, menn ruddu þeim í burtu þegar menn skömmuðu sig fyrir þá og það er raunverulega komið eins fyrir bátarfinum. Þetta er allt saman á síðasta snúning og annaðhvort verða stjórnvöld bara núna að stíga fram og taka það bara pólitíska ákvörðun það ætla þeir að farga þessum restinni að þessum fáu skipum og bátum sem eftir eru eða ætla þeir að setja fjármuni þarna eins og við getum hjálpað okkur að viðhalda. Af því að það er hægt að hagnýta þessa báta, við myndum þá gera eins og nágrannaþjóðir okkar, Færeyingar og Norðmenn til dæmis og ég þreytist ekkert á því að segja það hvert er þessi þjóð komin þegar við stöndum núna frammi fyrir því að það er búið að skrifa upp á förgun og kúti sigurfara þegar ekki fengist fjármagn í hann. Þetta er flaggskipið og Færeyingar hafa 3 slíka á floti og 4. í viðgerð. Þetta er auðvitað þjóðinni svo mikið til skammar að það hálfa verið nóg, bara svo ég tali íslensku það. En nóg það er þetta hagnýta á svo marga vegu, þetta getur verið skólaskip, það er þetta að fara skoðunarferðir, sigla fyrir það flóa, hval- og selaskoðun, sjóstangaveiði, rannsóknarskip og svo skulum við ekki gleyma því að Súðbyrgingurinn er UNESCO vernd á honum og handverkinu sem er að alveg við það að deyja út og það væri mikið og svo er þetta bátasöfnin og allt það sem ég geti ávarpa líka. En nóg það. Þá er það loftslagsmál og menningarminjar. Talandi áskoranir, þá eru þetta staðan í þessum málum grafalvarleg og það þarf enginn að velkjast lengur í vafa það. Afneitunarsynjarnir eru smátt að hverfa en það eru sóknarfæri í þessari alvarlegu stöðu og eins og ég sagði daginn þegar við fengum sem sagt þá það upplýsingar að það ætti að skera niður
sjóðin okkar í fornminjasjóði varðandi náttúruvá. Þá benti ég ákveðnum þingmenn á það að ég geti fullvissan á það að benti ekkert til þess að sjávarstaða væri að fara að lækka. Og þannig að menningarminjar við ströndina hafa aldrei sem fyrir verið í meiri hættu og það þarf að gera mjög mikið átak þarna og setja inn meiri fjármuni. Að sama skapi höfum við fengið önnur stór verkefni í hendurnar varðandi loftslagsvána og það eru aukin hætta á skriðuföllum. Það allt og lítið gert í því að rannsaka núna. Það þó verið að skoða skriðuföll bara mest í tengslu við til þess að verja byggð. En víða annar staðar þar sem að sífreyrir að gefa eftir eru út all land. Það þarf að kortleggja þetta hvar hætturnar eru varðandi skriðuföllin. Og þar þarf að skrá auðvitað á öllu þeim svæðum áður en verður of seint. Þannig að eins leiðilegt og að ávarpa það eins og staðan í loftslagsmálunum, þá eru enga síður tækifæri í þessu fyrir minjaverndina að fá verkefni. Og svo er ýmislegt annað jákvætt. Það svo mikil gerjun í gangi varðandi nýja tækni og ný tækifæri í málaflokknum. Það allt frá því að drónarnir komið til sögunar og þeir eru sífellt að verða flottari og auðvelt að afla gagna. Og svo þetta að koma minjum á framfæri. Það að gera það með svo margvíslegum hætti, þrívídd, sýndarveruleika og svo framvegis. Þetta einmitt leiðin til þess að ná líka til almennings, til þess að gera minjar áhugaverðar og aðgengilegar. Þannig að þarna er gríðarlega mikil tækifæri og við þurfum auðvitað þá fjármagn til þess. Og svo erum við með minjavefsjá líka og hún enn eitt tæki til þess að geta hagnýtt og til þess að bæta umhverfið, eða til þess að gera til dæmis minjarnar aðgengilegar, þannig að fólk vill fara niður á Íslandskortið og sjá hvort eru minjar á ákveðnum svæðum, þá eru þau fljót að finna hvar er. Þannig en stofnuninni skortir auðvitað mikið afl til þess að geta farið í svona sókn. Það eru bara ekki fjárveitingar til þess. Þannig að ákall mitt auðvitað mest varðandi bæði ríki og svo sveitarfélög að þeir setji sig nú í eitt skipti fyrir öll niður í þennan málaflokk og kynni sér eins og með sambærilega aðra málaflokka. Við erum stjórnsýslustofnun svo það fari ekkert á milli mála og þá umgangast minjastofnun og málaflokkin samkvæmt því. Takk fyrir. Þakkaði fyrir, Andrés. Nú komið að kaffihléi og við byrjum aftur 20 mínútur yfir 10. Takk. Hæ, herðu, ég næstur, ég bara að velta fyrir mér hvort að þannig að maður sé ekki að missa neitt tíma. Kannski mættu bara setja glæruna upp bara, þetta heitir smíðar í tré og járn neðst.
Flott. Komiði blessuð aftur. Ég ætla að byrja hérna, við þurfum að byrja eftir 1 mínútu eða svo, þannig ég ætla að biðja ykkur að setjast. Það var verið að minna mig á að biðja ykkur að skrifa í gestabókina sem liggur þarna á borðinu, þar sem hún Ester situr, þeir sem þekkja stendur, sem þekkja Ester, hún þarna, já. Það gestabók og þið eru vinsamlegast beðin að skrifa í hana. En á meðan að þið setjist þá gengur Þór Hjaltalín hingað upp. Hann ætlar að tala smíðar í tré og járn og óáþreifanlegan menningararf og varðveislu handverksþekkingu og ræða þörfina þessa bráðnauðsynlegu handverksþekkingu sem að við höfum því miður ekki nógu mikið af, þótt að hér starfi mjög færir og flottir menn við ýmislegt gott eins og hleðslu og bátasmíðar og annað. Gjör svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla svona að vera með svolítið hugleiðingar bara sem út frá sjónarhóli minjavarðar, svona hvernig mér hefur vist
þörfin á þessari þekkingu vera, bæði varðandi hús og fornleifar og báta. Fyrir nokkrum árum að þá hélt ég stundum erindi fyrir Fornverkaskólann norður í Skagafirði, þar sem að ég var að fjalla bara minjavörslu almennt, og það var svolítið hópur af fólki, og það sem vakti athygli mína var það að það bil helmingur áheyrenda voru frá Skotlandi. Og ég áttaði mig á því, Skotar eiga mikinn arf varðandi torfhús, en það sem hafði gerst í Skotlandi var það að þessi þekking sem að gengur manna á milli, kynslóða á milli, að hún hafði tapast. Það hafði komið rof í þetta hjá þeim, þannig að þeir voru komnir til Íslands til að læra að hlaða torfhús. En við þurfum að passa okkur á því að það fari ekki eins fyrir okkur og að við endum kannski eftir einhverja áratugi í Skotlandi til að læra að hlaða úr torfi. Þetta hugtak menningarerfðir er svo sem ekki gamalt í umræðunni. Menningarerfðir, það sem að kallast á ensku intangible cultural heritage, er í raun þessi óáþreifanlegi menningararfur sem er svo mikilvægt að standa vörðum. Við höfum verið svolítið fókuserið á þetta físíska, en kannski gleymt svolítið því sem er þörf á til að viðhalda hinu físíska. Og við urðum aðilar að samningi UNESCO menningarerfðir árið 2006, og þessi málaflokkur er núna vistaður hjá Stofnun Árna Magnússonar. En það sem að menningarerfðir, þetta getur verið göngur og réttir, þetta er laufabrauðsgerð, glíma, dans, vísnagerð, allt það sem að snýr að siðum, venjum og ekki síst handverki. Og það er það sem að snýr að okkur, sem að erum að passa upp á menningarminjar, að tryggja það að þessari þekkingu, þessum óáþreifanlega menningararfi verði skilað sömuleiðis til komandi kynslóða. En spurningin er bara, hvaða máli skiptir handverksþekking við vernd menningarminja? Ég held við þurfum ekki að hugsa mjög lengi til þess að átta okkur á mikilvægi þess. Í lögunum er hvergi minnst á menningarerfðir og fer lítið fyrir því hvernig við ætlum að standa að varðveislu handverksþekkingar, og það er eitthvað sem við þurfum kannski að skoða betur við lagabreytingar í framtíðinni. En það sem ég ætla að gera hér núna, ég ætla aðeins að velta fyrir mig bara og deila með ykkur mínum hugleiðingum varðandi það hvernig þetta hefur svona blasað við mér sem minjaverði, þessi þörf sem að sannarlega er fyrir hendi. Þetta snýr að húsum og mannvirkjum, þetta snýr að fornleifum og þetta snýr að bátum, og ég næ nú kannski minnst að athyglin verður nú kannski fyrst og fremst á hús og mannvirki. Varðandi lögin, þá fengum við 100 ára regluna inn, aldursfriðun húsa miðast við 100 ár. Áður að þá var miðað við það að veraldleg hús skyldu hafa náð, eða væru eldri en 1850 og kirkjur 1918. Þannig að með þessu sópuðust inn fleiri þúsund hús. Við slóum á það þegar lögin voru sett að þetta væru kannski cirka 3.500 hús þegar þau voru sett þarna fyrir 10 árum, og þau eru þetta miklu fleiri í dag. Með þessu að Minjastofnun er farin að gera þessar kröfur til varðveislu húsa sem náð hafa þessum aldri, að þá hefur auðvitað skapast markaður fyrir þekkingu og eftirspurn eftir þekkingu á þessu sviði. Þetta er nýtt og er auðvitað bara mjög jákvætt, því að vandinn hefur auðvitað lengi verið sá, eins og Ásta kom inn á hérna fyrr í dag, að það þarf auðvitað að finna þessu fólki sem er að sérhafa sig á þessu sviði verkefni.
Og þetta auðvitað vandinn í bátavarðvislunni, en varðandi húsin að þá eru sóknarfæri sannarlega fyrir hendi. Það sem ég ætla svolítið að tala reynslu mína frá Keldum, af því að þarna eru mörg hús frá ýmsum tímum og hvað það í rauninni sem að reynir á varðandi viðgerðir og viðhald á þessum húsum. Keldur eru verkefni sem að ég þekki mjög vel. Þá ég starfandi á húsverndardeild Þjóðminjasafnsins og við vorum mikið með Feneyjaskrána uppi við, lásum hana alveg í strimla og ræddum mikið. Feneyjaskráin var auðvitað til svona eftir stríð, þar sem að verið var að reisa Evrópu úr rústum og hæfustu og færustu menn á þessu sviði settu sér reglur og stefnu það hvernig bæri að halda við þessum menningararfi Evrópu. Þannig að þó að Íslendingar höfðu ekki samþykkt eða skrifað undir þennan samning, að þá var hann markvisst og mikið notaður við viðhald húsasafnsins. Og það eru nokkur atriði sem ég ætla að fara aðeins inn á, það varðandi aðferðina, bara aðferð við viðhaldið, hvaða máli skiptir rétta handverkið, varðveisluna sjálfa, það upprunaleikan, þetta autenticitet sem mjög miðlægt í varðveislu húsa og fornleifa. Þróun réttlætanlegt að taka tilbaka einhver þróunarstig, hvað getum við leyft okkur í því, efnisvalið, hvaðan fáum við efnin í húsið og viðgerðir og annað. Og svo síðast en ekki síst heimildakönnun, mikilvægi hennar og skráning framkvæmda, þess sem að gert er. Best að halda einhvers konar loggbók fyrir svona hús, þannig að hægt að rekja sig aftur hvað hefur verið gert fyrir hvert hús. Nú, aðferðin, handverkið, þetta skiptir auðvitað alveg meginmáli. Þarna Þórhallur Hólmgeirsson að munda öxina, menn fóru í það að smíða sér réttu tólin og verkfærin til þess að halda við þessum gamla arfi og fyrir, ef maður hugsa bara torfhús, við erum kannski með torfvegg sem að þarf að endurnýja með 50 ára millibili, hvaða máli skiptir þá handverkið í því? Ef við tölum autenticitet? Nei, við getum ekki viðhaldið honum eins og hann var, við þurfum að endurhlaða hann og þá hlýtur handverkið og aðferðin að vera algjört lykilatriði. Ef við ætlum ekki bara að missa þessa bæi og hús, einhvers konar bara tívolítjöld. Það mjög auðvelt að tapa þeim þannig. Þannig að aðferðin skiptir þar auðvitað bara algjöru grundvallarmáli. Lásar og samsetningar og þarna auðvitað bara þessi heimildavinna líka sem svo mikilvæg. Hérna mynd úr skálanum á Keldum og alveg sama gerðin, þetta stafverk, við erum með þarna syllur og stafina og bitana og alveg sama gerð úr Gunnsteinsstaðakirkju. Þetta eitthvað sem við þekkjum og þetta eitthvað sem að menn þurfa að kunna. Með þessi fallegu skreitistrik hérna frá fyrri öldum, þetta meira og minna komst úr tísku svona á 17. öld, þessir skreitiheflar, en eru þetta svona partur af þessu handverki og mikilvægt að við kunnum að lesa í þetta allt saman. Nú, síðan getum við nefnt þetta auðvitað tekið til fyrirmyndar þar sem að þurfti að fara í nýsmíði, sama samsetningin og hérna sjáum við grind í einni skemmunni á Keldum. Það ekkert járn í þessu, þetta allt bara samsetningar, lásar og trjánaglar sem eru notaðir í þetta. Þarna hafa menn að vísu kannski, auðvitað ýmislegt svona umræðuvert sem að gert hefur verið. Þarna hafði
gömlu viðunum verið safnað saman því sem nýtilegt var til að nota í aðra skemmu, sem auðvitað er alltaf eitthvað sem við getum rætt og gert hugsanlega öðruvísi, en þarna var farin sú leið að endurnýja grindin alfarið í svokölluðu litlu skemmu á Keldum. Síðan er líka bara hleðslan. Hleðslan er svo mismunandi eftir svæðum. Á Keldum í Búrinu erum við með vegginn hvolfhlafinn og við getum spurt, hver kann að hvelfa svona vegg? Liggja þeir á lausu, þessi menn? Það er nefnilega ekki alveg þannig og þetta er mál sem að, svo dæmis í tekið verk sem að við þurfum að tryggja með einhverjum hætti þessa þekkingu. Þetta á þetta líka við nýju húsin okkar, varðveisla á handverki. Það að kunna að klæða járn á hús, bárjárn, eða steina byggingar, þessar byggingar sem eru svo stór partur af menningararfleifð og byggingararfleifð Íslendinga, að við séum ekki að missa þau í einhverjar aðrar aðferðir og nýrri og kannski ódýrari. Það er oft til miklu auðveldari lausnir. Til dæmis varðandi bara grindargerð í húsum, viðir. Einfaldast er þetta bara að nota járnvinkla og skeita öllu saman. Þetta er ódýrast og svo segja menn, já, þetta fer bara á bakvið þilkortið og sést ekki neitt. En nei, það er ekki það sem Húsafriðunarsjóður er að styrkja. Við erum að styrkja gamalt handverk og húsin eru frumheimildir þau sjálf. Þannig að það er svo mikilvægt að við náum að halda í þetta, þannig að við séum ekki að missa þetta frá okkur. Nú, varðandi upprunaleika, að þá eru heimildagildi viðanna auðvitað alveg stórkostlegt og ef maður kemur inn í Torfbæ þá sér maður getur lesið byggingarsöguna, séð hvernig viðirnir rótast inn í bænum, virðulegir strikaviðir eru orðnir að sótröftum í hlóðaeldhúsi, það hefur verið sneitt undan stoð og henni komið fyrir annar staðar, hún hefur fúnað og það er hægt að lesa í stoðirnar og annað hvernig milliþil og bekkir hafa verið hér áður. Þannig að heimildagildið við þurfum að passa upp á það. Ég man það þegar ég var að skoða heimildur Keldur að þá var talað svokallað jóladagstré, rekadrumbur sem fannst í fjöru í Landeyjahöfn árið 1898 og hafði dreifst víða í bænum. Og ég gerði dauðaleit að jóladagstrénu og viti menn, ég fann jóladagstréð í Búri á Keldum með ártali 1898. Og það sama á við meira að segja steinarnir, grjótið í hleðslunni hafði nöfn, stúlkusteinn, því miður fann ég ekki stúlkusteinn. En stúlkusteinn var þannig í lægjuna, hann var í svona pilslaga og var þar. Og ef við hefðum verið búin að fara í gegnum heimildirnar, þá hefði verið gaman að vera búin að finna stúlkustein áður en við fórum í það að hlaða vegginn, eða hvenær sem það var gert. Nú, og það sem þetta einkennandi að gamlar fúaspýtur, þetta geta vist vera gamlar fúaspýtur, en auðvitað það ekki svo. Og auðvelda leiðin auðvitað bara að hreinsa allt út og kaupa bara nýtt í Bíkó, en það ekki það sem við erum að gera. Þetta meðhöndlað eins og hverjir aðrir forngripir og við þurfum að gæta því hverju við erum að henda. Hér til dæmis bara skeytt við, bara fúi skafin úr stoð, skeytt við og lagað. En maður getur auðvitað spurt, hefði Skúli bóndi, síðasti ábúandi, gert þetta svona? Sennilega hefði hann bara sneitt af stoðinu og komið henni fyrir annar staðar. En sama endurnýtingin og hringrásar hagkerfið getum við sagt. Hér, þetta aurstokkurinn á Keldum, það tók vanan smið 2 daga að
2-3 daga að laga þetta, en það var þess virði. Sannarlega. Hér hann staddur, kominn í Þil á Keldum, í elsta stafverki sem við höfum varðveitt í landinu. Þannig að það var til mikils að vinna. Þarna sjáum við til dæmis búrhurðina hér til vinstri. Þetta var gert við á verkstæði Gunnars Bjarnasonar í Reykjavík. Allt járnverk var smíðað þar og gert við hurðir. Sennilega er þetta elsta hurð í uppistandandi húsi á Íslandi í dag. Til hægri er svo önnur hurð sem er inn í skálan, 17. aldar. Ég þarf að fara svolítið hratt, ég get að tala hérna mjög lengi, en eitt er varðandi það hvernig við tökum tilbaka þróun. Miklar umræður urðu það, hvað við getum treyst okkur og leyft okkur að taka mikið tilbaka. Þarna var verið að gera við jarðgöngin og gamall kamar var látin víkja. Efnisvalið er auðvitað mjög mikilvægt líka. Allur reki var sóttur á Landeyjasanda og notaður rekaviður, allt járn og naglar smíðað, þannig að auðvitað bærinn einfaldlega byggður úr því sem að hendi var næst. En svo er það líka alltaf spurningin þetta, við þurfum að halda niður í kostnaði og við leyfðum okkur það þarna, við notuðum þessa járnsmíðuðu nagla þar sem þeir sáust á yfirborði, en við tímdum ekki að fara að setja það undir torf einhvers staðar þar sem þeir myndu bara tærast upp á augabragði. Þar laumuðum við galvaníseruðum nöglum sem að bara þola álagið og þannig að, en allt þetta þarf að skrá og halda utan. Og heimildakönnunin sem er náttúrulega gríðarlega mikilvæg okkur líka. Skráning framkvæmda, til dæmis varðandi viðgerðin á Hjallinum, að þá duttum við niður á það að saga borgarættarinnar hafði verið tekin þarna á Keldum 1919 í mannrétt, og viti menn, gamli Hjallurinn blasti við þarna á bakvið og hægt var að fara í það að endurgera hann eins og hann hafði verið. Þessi mynd finnst mér alltaf svolítið skemmtileg. Þetta er eitt merkilegasta hús á Íslandi, þetta hrúgald þarna sem þið sjáið til vinstri, því að þessi staðir geyma, það er gjarnan í útihúsunum sem að elstu grindargerðir geymast. Þarna erum við með bara víkingaldargerðina, 3 ása hús með mæni, dverg og vaglbytta. Það sama á við varðandi fornleifarnar. Þar er vandinn svolítið erfiðari. Við fáum oft svona fyrirspurnir, megum við gera upp þessar og þessar minjar? Gjarnan fá menn nei, af því það ógnar rannsóknarhagsmunum, en stundum eru meiri möguleikar, til dæmis eins og viðhald á vörðum og sumum svona yngri byggingum sem við höfum nægar heimildir að þá höfum við leyft það, og þar eru þetta handverkstekkingin alveg lykilatriði til þess að geta viðhaldið þessum minjum. Nú, þörfin er mikil, en hvernig tryggjum við varðveislu handverkstekkingar? Málið er, verkefnin hafa verið takmörkuð, og ég vissi að Andrés myndi hafa hérna myndir af bátum. Ég ákvaða að hafa fengsæl hér. Auðvitað hafa þessi bátamál verið mikið til umræðu núna, og þau hafa svolítið verið að koma til okkar núna bara á síðust árum. Þessir fáu eintök sem eru að skemmast bara í fjörunni hér og þar. En það þarf auðvitað að tryggja fjármagn í varðveislu bátaársins og tilstendur að leggja, og það sem að Andrés kom reyndar inn á, við erum búin að setja súðbyrðingin á heimsminjaskrá, og á sama tíma er bátasmíði að leggja staf sem löggilt iðngrein á Íslandi, vegna þess að það fást ekki nógu margir til þess að leggja þetta fyrir sig. Þannig að það þarf að tryggja þetta verk. Þetta er bara rétt, ég er að klára. Nú, það sem við þurfum að gera þá líka, það er nauðsynlegt að koma á samtali, hugsanlega, bæði minjavörslunar og skólayfirvalda til þess að tryggja stöðu og framboð
og þessari menntun. Ýmsir hafa verið að gera góða hluti, fornverkaskólinn og aðrir með námskeiðahald og ber að meta það, en við þurfum að eiga þetta samtal við alla þá sem að láta sig þessi mál varða. Og þannig að ég ætla að ljúka þessu bara á stefnunni, af því að Ásta fór inn á þetta. Nú erum við komin þangað, við erum búin að setja þetta inn í stefnuna, þetta er eitt okkar megin markmiða, að tryggja það að handverksþekkingu verði viðhaldið hér í þessum málaflokki og er flott fyrsta skref í þessu og svo þurfum við bara að taka þetta áfram. Takk fyrir. Næst, já. Við ætlum að fjalla næst kortlagningu minja, svokallaðan minjavísi, kortlagningu út frá örnefnum, og það eru Ómar Valur Jónasson og Oddgeir Ísaksson sem eru verkefnastjórar hjá Minjastofnun sem að fræða okkur það verkefni. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Komið þið sæl. Oddgeir heiti ég, Ísaksen, og við Ómar við störfum báðir á rannsóknar- og miðlunarsviði Minjastofnunar í skráningamálunum. Við ætlum að segja ykkur frá smá verkefni sem við höfum verið að prófa okkur áfram með síðasta árið eða svo, og sem vonandi verður framhaldi á, sem að ætlaði að segja ykkur aðeins frá og svona renna hratt yfir sögu með mikilvægi fornleifaskráningar sem náttúrulega eiginlega grundvallar forsendan í öllu okkar starfi til þess að við getum í rauninni tekið upplýstar ákvarðanir örlög minja og eins bara haft þessa góðu yfirsýn í landinu, yfir minjar í landinu, og að mínu mati fornleifaskráning líka einfalt og ódýrt verndunarform, því að við náttúrulega komumst alls ekki yfir að vernda allar minjar físískt, en við getum allavega varðveitt þekkinguna þær, hvar þær eru. Og tilefni fornleifaskráningar geta verið ýmis. Það eru skipulagsmálin sem nú algengast, alltaf sé ekki kringum rúmlega 90 verkefni á ári hverju með við undanfarin ár sem kom inn hjá okkur. Það eru verið að skrá vegna framkvæmda og umhverfismats, og svo að maður tala nú ekki náttúruvána, og svo ýmis rannsóknarverkefni, verkefni tengd vísindarannsóknum sem að fara líka fram. Þetta var nú bara svona að gefa ykkur svona stutta yfirsýn yfir þetta. Fornleifaskráning náttúrulega mjög mikilvæg sérgrein innan fornleifafræðinnar, og þetta ekkert hver sem getur, og þú þarft og byggir á talsverðri reynslu til þess að geta gert þetta vel. Ég ætla bara að sýna ykkur hérna, flestir hérna inni kannski þekkja þetta ferli, þetta þríþætt ferli. Það heimildavinnan sem hefur löngum verið kölluð svæðisskráning, og svo það vettvangsskráningin sem það sem að minjarnar eru skráðar með viðurkenndum aðferðum á vettvangi, og þá haft mikið samráð við staðkunnuga, og svo það miðlunin sem þá í skýrsluformi, og svo á vefsjá Minjastofnunar sem ég hvet flesta til þess að skoða. Það sem það nú búið að koma inn á hér að staða fornleifaskráningar á Íslandi á talsvert langt í land, og okkur skortir þessa yfirsýn. Við til dæmis, nú erum við að tala mikið loftslagsbreytingar og minjar í hættu meðfram strandlínjunni vegna sjávarrofs sem að við þurfum alveg nauðsynlega að fá vitneskju en því miður hefur heildarskráning landsins
gengið mjög hægt. Þetta hefur verið mikið á könnu sveitarfélagana í tengslu við aðalskipulagsmál og það eru því miður hafa ekki öll sveitarfélög farið í það að láta vinna heildarskráningu hjá sér. Þannig að þau verkefni sem eru unnin eru aðalega af svona smærri skala, það eru smærri deiliskipulagsreitir og svo vidare og staka framkvæmdir sem eru aðalhvatarnir á skráningu. Þannig að það er talsvert göt í okkar þekkingu á landsvísu. Og svo að maður tala nú ekki líka að það er alltaf því minna sem við vitum minjarna þá er alltaf aukin hætta á eyðingu þeirra sögum vanþekkingar og það gerist alltaf af og til að við fáum svoleiðis málin á okkar borð. Nú, það sem að við fórum verkefni sem við ætlum nú að segja ykkur frá hérna hvatinn að því var náttúrulega þetta að við vorum að hugsa það hvað getum við gert til þess að reyna að skapa okkur þessa yfirsýn með fljótlegum hætti án þess að þurfa að fara á vettvang sem að vissulega er það sem að þarf að gera á endanum en það myndi flýta fyrir okkur mörgu í okkar starfi, til dæmis varðandi minjar sem eru í hættu vegna náttúruvár. Ef við hefðum einhverjar svona að minnstakosti grófa vísbendingu þetta, hvar þær væri að finna. Við erum nýlega farið í samstarf við Landmælingar Íslands, okkar landupplýsingagrunnur og vefsjáin okkar er nú hýst hjá þeim. Og landmælingar hafa verið á undanförnum árum að vinna stórt verkefni sem felur í sig kortlagningu á örnefnum. Þau hafa verið að gera þetta í samvinnu við landeigendur, jarðareigendur, vítt og breitt landið, þar sem að ýmist verið að fá bændur send kort og geta farið að merkja minjar, örnefni þar inn á, og þeir sem eru meira tæknivæddir geta gert þetta bara í tölvunni. Og út úr þessu hefur orðið til alveg gríðarlega stór grunnur yfir örnefni í landinu. Þessi grunnur inniheldur öll örnefni sem að finna á atlaskortunum eða herforingjaráskortunum sem að flestir þekkja hérna inni en þar og það sem það er náttúrulega ákveðin hefð fyrir því í fornleifaskráningu, einn okkar helsta heimild í þessari svokallaði svæðisskráningu eða heimildakönnun sem undanfari fornleifaskráningar að leita vísbendinga minjar í örnefnaskrá. Við fengum þá hugmynd að við getum kannski búið til, fundið einhverja leið til þess að færa gömlu svæðisskráninguna upp á svona þetta landfræðilega. Þannig að við fengum aðganga að þessum örnefnagrunni, kalla þetta svæðisskráning 2.0 eða eitthvað, þar sem við fórum í það bara markvisst að leita uppi örnefni sem vísa á minjar í örnefnagrunninum. Og við viljum meina að þetta hafi verið ágætis árangur að þessu verkefni og hann Ómar ætla nú að fara hérna nánar út í bara tæknilegu hlutina og hvernig þetta fór fram, aðferðafræðina í tengslu við þetta. Við erum allavega býsna ánægð með niðurstöðuna næstu og teljum að þetta eigi eftir að nýtast til dæmis minjavörðunum okkar talsvert í þeirra starfi. Þeir eru stöðugt að fá málin á sín borð sem að krefjast þess að þeir krefjast þekkingar á mögulegum minjastöðum á þeirra svæðum og já, ekki bara kasta þessu yfir til þín, Ómar. En ég vil ítreka þetta hér neðan, þetta kemur ekki í staðinn fyrir vettvangsskráninguna, þetta aðeins kannski að vera að flýta fyrir undirbúningnum fyrir hann. Já,
bara eins og Oddgeir segir, þá hugsuðum við hvernig við getum nú notað þessi örnefni til að nýtast okkur eitthvað og fyrsta ákvörðunin var bara að taka þau öll saman og keyra á það svo kallega svona formúlu í Excel sem að leitar að ákveðnum stikkorðum og merkir þar trú eða fals eða já eða nei, hvernig sem við viljum orða það. Og þá fáum við svona upprunalegu útgáfuna þar sem að tölvan búin að gera þetta allt saman og segir okkur svona einhverja vísbendingar, en svo fórum við yfir það allt saman og þetta eru hátt í 140.000 örnefni, þannig að þetta búið að taka sinn tíma. En þetta er búið að fara yfir, tölvan búin að fara yfir þetta og svo eru við búin að fara yfir þetta líka og merkja þá nei við það sem að hún merkti já en passar ekki við, sko. Og vonin að birta þetta fyrir alla á minjavefsjóni í desember. Það er svona, landmælingar eru að aðstoða okkur í því. Og Excel-tablan lítur svona út þegar að tölvan búin að sjá þetta. Ég veit ekki hvort ég sjáu þetta almennilega. En hún leitar hérna stikkorðum og merkir já eða nei. Og svo förum við yfir hérna alla þessa dálka og leitum af hérna og þið sjáu þarna í efri kassanum stendur frá Nónhál liggja brekkur áfram til suðurs af Víðvöllum, framan í brekkunni sunnanvert við Nónhál heitir Sveigur, þar er gömul kofatóft. Þetta er náttúrulega bara augljós vísbending fornleifar, þannig að þetta fær að hanga þarna inni og tölvan fann þetta meira þess að, þannig að hún að gera það sem hún var hönnuð til að gera. Og stikkorinn sem við notum nú bara svona eiginlega úr fornleifaskráningunni. Ég heldur séu hátt í 450 talsins og þá þar með talið beygingar og svona því að tölvan leita bara að nákvæmri formúlu, sko. Þannig að þau eru ansi mörg, en það kemur alveg fyrir að tölvan fann ekki neitt sem að er samt mögulega eitthvað. Næsta skrefið, svona núna þegar við erum búið með Excel hlutan að þessu, það er að fara að hugsa þetta svolítið á korti og fara þá í næstu yfirferð. Það sem planið er að byrja kannski á strandlínunni og fara þá yfir örnefnin þar sem við sjáum þau raunverulega á korti og getum þá enn frekar flokkað úr það sem á ekki við. Og einnig ætlum við að skoða skráðar fornleifar. Það er óþarfi kannski að hafa það sem hefur nú þegar verið skráð, en við ætlum satt ekki að eyða því út kannski, en að merkja það þá kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég setti nú bara svona litla mynd hérna sem dæmi. Þegar við fórum í Reykjanesið út af eldgosinu, þá fórum við á skráðum helling þar. Þetta er kannski ekki besta dæmið af því að það var nú til fornleifaskráning þar fyrir, en það sést hérna, ég veit nú reyndar ekki hvort þið sjáu það, en það sést að örnefnin passa ansi vel við þessar þyrpingar af minjum sem við vorum svo að skrá, þessar selminjar á Reykjanesinu. Svo er bara ein hérna mynd til að sýna ykkur magnið af örnefnum sem eru komin, og þetta er þá bara örnefni sem við teljum að bendi á fornleifar og þau eru 43.323 eins og er, reyndar fyrir nokkrum dögum, ég heldur séu aðeins fleiri í dag. Svo ég hafa bara nokkra myndir hérna sem sýna svona aðeins. Þarna eru örnefnin og svo fornleifaskráningin sem er á minjavefsjóni og það er nú bara augljóst að það er ansi mikið eftir. Svo fékk ég ákvað að reyna að finna einhvern stað sem að ég sá að voru engar skráðar minjar í minjavefsjóni og það var Flatey á Skjálfanda fyrir valinu af því að ég sá strax að þar hefur einhver velkunnur verið að skrá örnefni og þau passa öll mjög vel og benda á einmitt mikið af minjum. Og svo er ansi gaman svona, og það hefur örugglega margir eftir að hafa gaman af því að vera í minjavefsjóni og bara fara inn á hérna ýmsu staði, og ég var bara að leika mér og fann þennan stekk hérna sem er örnefni og hann hefur greinilega endað í skriðu á einhver tíman. Ég var nú ekki alveg komin með hvaða ár þessi skriða hefur verið, en hann er þarna nánast að hverfa
í skriðinni. Og það er svona ýmislegt svona sem að gæti verið gaman að finna með þessu og hjálpa okkur þá við að ákveða hvar er nauðsynlegt að fara í fornleifaskráningu. Eins og við vitum kannski allt með ekki bara þetta og fornleifaskráningunum líka, þá er þetta eilífðarverkefni. Það er alltaf verið að skrá ný og ný örnefni, þannig að við þurfum að vera duglega að fara yfir það sem kemur inn. Ég held að seinustu tölur frá landmælingum væri að það væri einhver 100 á mánuði sem bætast við, þannig að þetta verður mikið verkefni að fara alltaf yfir nýjar uppfærslur. Og svo er svona draumaverkefnið er að halda áfram með þetta og fara þá í að hnitsetja túnakortin líka og jafnvel fara bara markvisst yfir loftmyndir í leit af örnefnum, sem er náttúrulega risaverkefni en maður má láta sig dreyma. Og svo let ég fylgja þarna nokkra tölur. Já, þau eru 163.000 örnefnin í grunninum hjá landmælingum. Við erum búin að taka út þarna 43.323 og eigum ennþá eftir að fara yfir 27.000 og pikka upp úr því mögulegar fornleifar. Lengra ætlaði ég nú ekki að hafa þetta. Þið eru innan tíma, það má alveg spyrja ykkur spurningar strax eða á eftir. Ég ætla að biðja ykkur að koma öll upp á eftir. Og ekki bili, þá er það Sigurður Bergsteinsson sem ætlar að tala framkvæmdarannsóknir í 35 ár og hvernig þær hafa breyst í gegnum tíðina. Já, komið sæl. Í þessum litla erindi ætla ég að reyna að svona varpa ljósi á svokallaðar framkvæmdarannsóknir, en framkvæmdarannsóknir eru stór hluti þeirra fornleifarannsókna sem að fara fram á Íslandi, örugglega það bil helmingur að vera talið í leyfisveitingum, en ég hugsa að það sé meira ef við förum að telja til dæmis í ársverkum manna eða þvíumlíkt. Það er óhætt að segja að mikið vatn hafi runnið til sjávar á þeim 35 árum sem liðin eru frá því að uppgróftur hófst á Bessastöðum. Aðdragandinn þessa uppgróftar var sá að það átti að fara í viðgerðir á Bessastaðastofum og þegar var verið að fara undir gólfið á stofunni, þar sem var náttúrulega vitað að voru minjar frá húsum sem þar stóð áður, þá þurfti að grafa niður fyrir gólfið og kom í ljós mjög þykk mannvistarlög. Aðeins hérna skilgreiningu á framkvæmdarannsóknum. Þessi skilgreining var ekki til 1987, þetta kemur seinna til. Hér er verið að skilgreina ástæður fyrir rannsóknum, en þetta er ekki sérstakar rannsóknir aðferðir, heldur ástæður fyrir að farið er í rannsóknir. Og sem sagt eins og ég sagði áðar, þá er yfirleitt það bil helmingur allra leyfa sem gefnir út á Íslandi nú eru vegna framkvæmdarannsókna. Bessastaðarannsókn hófst árið 1987 og flestir myndu nú telja að henni væri lokið, en henni er í raunin ekki lokið því að það er geysilega mikil vinna í úrvinnslunni sem eftir er. Þannig að eins og við komum nánar inn á eftir, þá hefur það verið eiginlega veikleiki þessar rannsóknar að það var
endurinn var ekki skoðaður í upphafi, enda var það ekki hægt því að þetta kom óvænt upp í hendurnar á Þjóðminjasafninu sem þá var eiginlega eini aðilinn sem sá fornleifar og fornleifafræðingar landinu voru afar fáir, þannig að þegar ég fór að skoða málið þá eiginlega 1987, 86, 87 árið þar sem að hálfgerð bylting verður í fornleifarannsóknum á Íslandi og það fyrst og fremst vegna þess að á þessum tíma fóru í gang nokkra stórar rannsóknir. Það Bessastaðarannsóknin sem mjög stór, það var rannsókn í Viðey og það var stór rannsókn á Stóruborg sem Mjöll Snæsdóttir hefur verið að vinna í og vann í og allar þessar rannsóknir stóðu áratugum saman, eða 10-12 ár. Og Bessastaðarannsókn hvað, það 18 ár til 96, 19 ár. En þjóðminjalög sem voru í gildi þarna 1987 voru frá 1969 og í þeim eiginlega ekki gert ráð fyrir, þar eru fornleifar ekki friðaðar sérstaklega nema þær sem eru friðlýstar. Þannig að í raun og veru var ekki neitt lagalegu grundvöllur eða krafa fyrir hendi að fara í rannsóknir vegna framkvæmda á þessum tíma. Það var samt ákveðið að gera það og kannski vegna þess að þetta nú Bessastaðir, sjálfur forsetabústaðurinn og skiptir máli að standa vel að verki þar og sagan, Íslandssagan hefur náttúrulega með mikil tengsl við þennan stað. Nú þarna stend, ég gat nú ekki eiginlega látið vera að setja þessa mynd inn, þetta mynd af sjálfum mér þarna, því að þetta eitt af mínum, eða svona, já, þarna þetta upphafið af mínum ferli í fornleifarannsóknum á Íslandi og það má segja sama kannski marga sem komnir við miðjan aldur í dag að einhver af þessum rannsóknum sem ég taldi upp áðan svona fyrstu skref þeirra í fornleifarannsóknum á Íslandi. Ég held að ég svo ótt að segja það. Nú, þetta byrjaði sem sagt með því að á Bessastöðum, svo við höldum okkur áfram með það, að eins og ég sagði það átt að fara undir gólfið og svo síðan smá saman þá var bættist við verkefnið. Það þurfti að gera við innkeysluna og bílastæði, norðan og vestan við stofuna og fornleifarannsóknir voru þá fram á þessum tíma, 1987-88 á þessum stöðum. Allt var þetta unnið undir mikilli pressu og raun og veru komin upp á náð framkvæmdaraðila, má segja. Aðeins til þess að skýra hérna betur hvernig aðstæður eru á Bessastöðum. Þetta hæðarhryggur eða hóll sem umkringdur tjörnum og mýrum. Þannig að allar byggingar eru á þessum hrygg og sérstaklega það sem stærri gulurhringurinn þarna, sem áætlaður bæjarhóll Bessastað, þetta gríðarlega stórt svæði. Minni hringurinn þarna frá Lambastöðum, minnum með það heiti, þar sem að hafa farið fram fornleifarannsóknir líka vegna framkvæmda á seinni árum. En 1989 þá taka gildi ný lög, þjóðminjalög, sem voru byltingarkennd hvað varðar framkvæmdarannsóknir. Því að þá gert ráð fyrir þar að allar meiri háttar framkvæmdir sem hægt að spilla fornleifum skulu rannsakaðar á kostnað framkvæmda aðila. Og það má Guðmundur Ólafsson sem hérna staddur, hann vöglega eftir að leiðrétta mig eitthvað þegar ég fer með einhverja vitlausur hér. En hann hefur sagt við mig að trúlega hafi þessi grein komið inn ekki síst vegna svona reynslumanna á framkvæmdum á Bessastöðum sem byrjuði þarna 87. Nú, aðeins umfangið á þessari rannsókn. Þetta auðvitað bara gríðarlegt verk eins og þið sjáið á þessu korti. Ekki nómið að svæði sé stórt,
heldur það allt tekið upp eða sem rannsakað í litlum bitum sem gerir alla úrvinnslu og rannsókn mun erfiðari. Guðmundur Ólafsson hefur talað að þetta hafi verið 30 ársverk. 30 ársverk. Bara á staðnum, sko. En það ekki nóg að grafa upp, það líka að vinna úr. Og það var aldrei gert ráð fyrir því. Og var eiginlega aldrei sátt þá túlkun á þjóðminjalögum frá 1989 að framkvæmdaraðili ætti líka að greiða fyrir úrvinnsluna. En allt hóst þetta nú nokkuð megin. Aðeins að fara yfir hvað fannst þarna, það eru minjar þarna alveg frá landnámsöld og fram á 19. og 20. öld á svæðinu. Það verið samfyllt byggð allan hennan tíma, eins og sést á hólum, þetta eru 1 til 3 metra þykk mannvistarlög á bæjarhólnum. Og þetta teikning sem sýnir yngri minjarnar á þessu svæði. Og það nú þannig að það eru töluverðar heimildir til þessar yngri minjar, með þessi ágætis teikning eins og við sjáum þarna, af konungsgarði frá 18. öld, sést aðeins í kirkjuna sem stóð þarna í endanum á myndinni. En það var semst hægt að staðsetja þessar byggingar að nokkuð rétt eftir þeim minjum sem kom í ljós. Nú svo það elstu minjurnar á svæðinu, það eru landnámsminjar, þarna eru 2 skálar og ýmislegt fleira, mjög merkilegt. Hefur örugglega verið og kannski ennþá eitthvað sem jörðin kann að geyma fleira á þessum stað. En það eru þetta seinni tíma byggingar hafa líka eyðilagt mikið af þessu. Allt þarna á milli, landnámsaldar og 17. og 18. aldar, miðaldirnar, gríðarlegt verk að vinna úr og það eftir að gera það. Og það eru komnar á 2 skýrslur, það má vel segja að það sé stórvirki hjá Guðmundi Ólafssyni að koma út þarna 2 skýrslum og 2 í farvatninu ef ég skil það rétt. Þetta stórvirki miðað við það að það var aldrei gert ráð fyrir, hvorki tíma, né fé, né mannafla í úrvinnsluna, því miður. Þannig að úrvinnslan hefur sem sagt átt undir högg að sækja og þurft að sækja fé í sjóði, styrktarsjóði, Kristniháttaðasjóður hefur styrkt, Fornminjasjóður hefur styrkt úrvinnslu og eflaust á eftir að styrkja eitthvað meira. En þarna eru komnar út sem sagt 2 og aðra 2 á leiðinni og það eru sem sagt kannski helmingurinn af uppgrættarstæðanum, þannig að það má rekna þá með það eftir að koma 4 viðbót kannski ef að vil á að vera. Guðmundur, þú leiðréttir mig ef þetta einhver vitleysa hjá mér. 3 viðbót. Já. En það sem var kannski einkennandi fyrir þessa rannsókn var það að það var aldrei vitað fyrirfram hver væri næstu skref. Og það var nú fyrst og fremst vegna þess að framkvæmdar sjálfar voru ekki mjög vel skipulaðar. Það er eins og heldur var bættist við þar á hverju ári, þetta fór eftir fjárveitingu frá Alþingi og svo framvegis. Þá skulum við koma hér að öðrum uppgrefti sem er líka stór. Það er uppgreftur í Firði, í Seyðisfirði, hann hefur svolítið verið í fréttum kannski. Það er uppgreftur sem er framkvæmda rannsókn vegna þess að þarna á byggja ofanflóðavarnir. En hér eru þetta, ef við förum aðeins yfir ferlið, þá sést hvað það er vandara. Það byrja strax árið 1998, þá er farið að leggja drög að þessum framkvæmdum og þá strax er haft samband við minjaversluna, það er að segja Þjóðminjasafnið. Og þetta eru helstu punktar í ferlinu á Þjóðminjasafninu og reyndar Minjavörður Austurlands kom þarna fyrst að þessu.
Og sem þetta í stuttum alveg sagt, þá mæltist Þjóðminjasafnið til þess að hafist yrði handa við rannsóknir strax árið 1998, svo ekki yrði tafir á framkvæmdunum. En einhverju hluta vegna þá voru framkvæmdir settar í salt og ekkert gerðist í málinu fyrir en aftur 2019, þegar að Minjastofnun er komið til sögunar, og þá er þetta það ferli sem sumum finnst kannski dálítið flókið, og eins og kannski þessum alþingismanni sem Andrés var að sýna okkur hér mynd af, að þetta lítur út fyrir að flókið ferli, en það er nauðsynlegt. Það er nauðsynlegt að vanda til verka. Nú, ég veit ekki hvort ég á að fara sérstaklega yfir þetta er kannski bara lesið þetta, en 2020, þetta eru skráningarskýrslunni og bæjarhóllinn þarna sem við sjáum lengst til hægri og hvíta línan er varnargarður sem á þá liggja yfir bæjarhólinn, og þetta var eiginlega það sem svona vafðist mest fyrir mönnum, því það er alltaf mjög erfitt að grafa í bæjarhól og flókið og dýrt. Þannig að niðurstaðan var sú að garðurinn Garðalagi var fært aðeins frá minjunum, þannig að það þurfti að talið að þyrfti ekki að fara í bæjarhólinn sjálfa. Nú, já, sem sagt 2020 þá fyrst farið í rannsóknir sem að Minjastofnun mælist til sem er þá tilgang þeirra er að reyna að komast að því hversu umfangsmiklar rannsóknir þarf að fara í seinna. Þetta eru þá könnunaskurðir og borkjarnarannsóknir og þar voru gerðir 34 skurðir og fjöldi borkjarna. Reyndist reyndar svolítið erfitt að bora þarna því að þarna er miklar skriður. Það er kannski ekki tilviljun á svæðið saman á að byggja flóðavarnargarða, það séu skriður, það voru miklar skriður þarna undir. Og í framhaldinu var þá gerð áætlun fyrir rannsókn 2021 og það átti að rannsaka 2 tóttir og bæjarstæði og myllutótt með fullnaðar rannsókn. Og helstu niðurstöður voru þær að bæjarstæði reyndist eldra heldur en búist var við. Það búist við þetta væri kannski 19. aldar bæjarstæði, en það reyndist ná aftur á miðaldir. Og annað sem kom í ljós sem að kom gjörsamlega óvart, það var að þarna fundust 4 kuml. Þannig að þessi rannsókn 2021 var mun umfangsmeiri heldur en gert var ráð fyrir upphafi, og enda reyndar með því að nokkrir starfsmenn Minjastofnunar þurftu að hlaupa undir bagga undir lokin áður en að vetur skall á í október 2021. Það sýnir nokkrar myndir. Þetta er bæjarstæðið sem var grafið á þessum tíma. Við skulum bara rætt yfir þetta. Þarna eru kumlin. Þetta voru 4 kuml sem fundust. Flest 3 þeirra voru röskuð, en kvenkumlið var algjörlega óraskað, þetta sem er lengst til hægri þarna. Og reyndist hafa að geyma mikla dýrgripi. Það er ýmislegt sem hefur fannst á þessum, perlur, öxi. Og svo er þetta nú ákaflega merkilegt. Þetta er brjóstnæla, þar sem að vefnaður hefur gróið við, fast við vegna kopars sem að rennur út í vefnaðinn úr spennunni. Og það er sem sagt verið að rannsaka þetta núna, en Ragnheiður Traustarsdóttir sem stjórnar þessari rannsókn, hún segir mér að þetta sé gríðarlega merkilegt. Þarna er munstur, litur, mismunandi vefnaður, fínn vefnaður og grófar vefnaður sem er einstakt bara á Norðurlöndunum. Þannig að það verður áhugavert að skoða það. Og rannsóknin 2020, þá var þetta áætlunin, 22 fyrirgefðu,
að rannsaka þessi svæði en í ljós kom aftur í þetta sinn mun meira af minjum heldur en gert var ráð fyrir. Það reyndust vel að þarna byggingar, skáli frá landnámsöld og svo aðeins yngri miðaldabyggingar þar við. Og þessu er ekki lokið ennþá, þá þarf að rannsaka þetta næsta sumar og þarna lengst til hægri er öskuhaugur sem að virðist hafa geyma vel varðveita gripi, getur verið áhugavert. Þannig að báðar þessar rannsóknir kannski sýna það að við getum kannski reynt að ímynda okkur ef ekki hefði verið farið í þessar rannsóknir. Ef framkvæmdirnar hefði bara farið á stað án þess að nokkrar rannsóknir eru gerðar, þá værum við mun fátækar í dag, bæði hvað var það Bessastaði og Fjörð. En hvað hefur svo gerst á þessum 35 árum? Höfum við gengið veginn til góðs? Ég tel það vera að mestu leyti lögmenningarminjar, það að allar fornleifar séu friðaðar skiptir miklu máli. Og minjavarslan er orðin samofin ferlum, umhverfismati, skipulagi, sem að virðist virka bara þokkalega, sérstaklega við stærri framkvæmdir. Og það kannski í þessu sambandi langar mig samt að minnast á það að þó vel hafi gengið með framkvæmdarannsóknir, þá eigum við svolítið langt í land með björgunarrannsóknir sem eru rannsóknir sem eru vegna einhverjar náttúru eyðingarafla eða óvæntra funda, því að þegar kemur að fjármögnun þeirra þá er erfitt að finna það. Það er þá yfirleitt bent á fornminjasjóð en það er bent á hann í nánast öllum tilfellum þegar ekki til peningur annars staðar. Vildi þakka þeim Ragnheiði og Guðmundi fyrir að hafa lánað mér efni í þessum fyrirlestur og takk fyrir. Þakka kærlega fyrir, Sigurður. Ég ætla að biðja alla fyrirlesarana að koma hingað og upp að púltinu. Á meðan að þið eru að koma þá langaði mig til að þakka þeim sem að settu dagskrána saman, sem að voru Agnes Stefánsdóttir sviðsstjóri og starfsfólkið hjá henni, þau Sólrún Inga, Traustadóttir, Margrét Valmundsdóttir og Ásta Hermannsdóttir. Þannig að þakka ykkur fyrir. Núna ætluðum við að gefa ykkur kost á spurningum, að spyrja fólkið að einhverju sem ykkur liggur á hjarta og þið standið eins og illa sundir. Eða ef það eru spurningar á YouTube, var það ekki? Jú, og líka ef það eru spurningar í YouTube þá mun Sólrún lesa þær. En núna í ár þá ákváðum við að horfa inn á við hjá Minjastofnun og kynna svona ýmis verkefni sem að við erum að fást við og ýmislegt sem að við höfum áhyggjur af. Það er margt sem við slepptum hlutverki okkar við að eiginlega vera milliliðir vegna skila gripa til annarra landa eða þá þær leyfisveitingar sem þarf að sækja til okkar. Ef fólk á arf og er að flytja á landi þá er það ekki einfalt mál alltaf því að ef að gripirnir hafa náð ákveðnum aldri þá þarf að ræða við okkur og það eru mjög mörg önnur verkefni sem að við höfum ekki náð að ræða hér. En hafið þið spurningar úr sal? Stefán? Á ekki að vera einhver í mikrofón eða bara biðja hann að hlaupa hingað á 100. Þú talar hátt, hvað segirðu Stefán? Ég hef spurningu til Ásmunds Hermanns
Já. Ásta og Sigurður sem þú ættir að spyrja. Já. Svo ég einfaldi spurninguna þína að þá óskar þú eftir ákveðinni stefnu varðandi bæjarhóla og hvernig eigi að rannsaka þá. Er það ekki? Dugar það? Viltu að ég... Er hann orðinn of stór til að rannsaka, spyr Stefán. Þá það Ásta og Sigurður. Í þessari stefnumótun, það var ekki verið að fara svona alveg á dýptina í einstaka atriði en bara, varðandi mitt gæði og fagmennsku og annað í rannsóknum og bara, við viljum auðvitað halda alltaf áfram að auka það og kröfur til framkvæmdarannsókna, að við leyfum okkur að gera þær kröfur sem þarf að gera í framkvæmdarannsóknum. Og varðandi alla sýnatöku og alla sérgreiningar og allt svoleiðis, að halda bara áfram veginn með að gera auknar kröfur og auka gæðin. En varðandi bæjarhóluna per se, þá kannski bara er það frekar ekki. Já, við gerum þetta bara sömu kröfur til rannsóknar á bæjarhólum eins og öðrum fornleifum. Það þarf að rannsaka bara vandlega, en það tekur kannski lengri tíma og er dýrara vegna þess að bæjarhólar geta verið mjög flóknir. Þannig ég myndi líta, það stefna varðandi bæjarhóla er ekkert öðruvísi heldur en aðra fornleifar. Já, ef ég skilði rétt þá sem sagt í staðin fyrir að grafa þá bara taka snið. Til dæmis getur það verið... Nei. Við vitum að manneskjan er á svæðinu, þannig að við grænum ekkert á snið. Snið segir okkur bara að manneskjan er á svæðinu og við vitum hvað fyrir. Við getum bara annað. Já, þetta er bara áhugaverð pæling, sko. Ég hef ekki hugsað það neitt sérstaklega. Við kennum það bara, en sem sagt, bæjarhólar eru bara eins og hverjar aðra fornleifar. Það þarf að rannsaka til fullnustu ef framkvæmdir koma til með að eyðileggja þær. Það er okkar stefna. Nú ætla ég aðeins að leggja orð í belg. Í fyrsta lagi þá stóð alltaf til að vinna dýpra, ef maður getur sagt, með stefnuna varðandi fornleifarannsóknirnar og hve langt ætti að fara í hverju tilfelli. En það sem við verðum að gera hjá Minjastofnun, það er að leggja ekki of mikla kröfur á framkvæmdaaðilana, þannig að það fyrsta sem við gerum, það er að reyna að finna einhverja leið til að minnka kostnaðinn hjá þeim. Það er bara staðreynd. Því miður, þannig er lífið. Og er einhver önnur spurning? Bjarni? Býtu, nú ert þú ekki með eins háan rödd og ég er að meina, þú ert ekki söngveri eins og Stefán. Komdu? Ok. Talaðu hátt, já. Hverjar
Já, og hverjar eru kröfurnar? Viljið þið svara því, Siggi? Þetta eru svo erfiðar spurningar hjá okkur. Sko, það er náttúrulega ákveðnar kröfur til stjórnanda varðandi menntun og reynslu. Já, það er semst að hann hafi tilskilda menntun í fornleifafræði og ákveðna og reynslu af rannsóknum í vettvangi, uppgreftir sem sagt. Já, það er bara rétt, það er bara framhaldsmenntun í háskólastíð. Hvað var nú aftur, hvað var það meira? Já, hvaða kröfur við gerum yfirleitt? Við höfum ekki, sko þessi stefna sem að Ásta var að kynna, við förum ekki út í það að, sem sagt, út í minnstu smáatriði hvað varðar kröfur sem við gerum. Við skoðum bara hvert tilfelli fyrir sig, fornleifarannsóknir eru afar misjafnar, viðfangsefnin eru misjafn og rannsóknarspurningar eru misjafnlegar. En þetta er allt sem skoðað þegar að við erum að fara yfir rannsóknarleyfi. Svarar þetta? Nei, ég veit ekki hvort fornleifafræðingar vilja fá sko alveg klippt og skorið mjög nákvæmlega útlistað. Það getur verið að þau vilja það, en ég býst nú samt einhvern veginn ekki við að svo sé, því að það verður kannski vera ákveðið svona svigrúm innan rannsókna og ákveðið traust til fornleifafræðinganna. Já, Hildur? Já, ég ætla að svona fá að skrifa þetta, svona hvernig og þetta maður tala og það sem ég held fyrir mér sem svona grundvöllurinn í þessum grundvöllumálinn í því sem að tala Já. að það sem snýra okkur, fornleifafræðingum sem að vinna þessar rannsóknir. Já. Já. Umsagnir, maður sér ekki að það sé eitthvað samræmd krafa á milli verkefna sem eru kannski að mjög svipuðu leið. Þannig ég veit verkefnin þar sem var taka sniði gegnum bæjarhól og það var látið duga að teikna sniðið. Það var Seyðisfirði að það var grafið heilan bæjarhól. Sumstaðar má loka í burtu heilalda öskuhaug frá með mjög minimalistri rannsókn. Það er það í margar rannsókn. Þannig að það sem vísar að okkur og ég veit líka að mörgum framkvæmdaraðilum vinna Víðimlandið að það skortur á samræmingu á hvernig tekið á. Já. Hildur sem sagt að þú óskar eftir betri samræðum það. Já. Já. Alltaf þegar það liggur bæjarhóll undir, þá sé sömu forsendur sem liggur bak við ákvörðunina, það sé eitthvað samræmi. Já. Það er mjög augljóst að það svolítið skort. Já. Það Já, þetta er bara alveg rétt hjá ykkur, það er full ástæða til þess að ræða þetta betur og við skulum bara taka tillit til þess og að kalla bara til fundar þar sem við förum betur yfir svona mál og eins það sko, sem að ég myndist aðeins á áðan að þessi stefna sem við erum að vinna í húsvernd og fornleifavernd. Þetta er auðvitað yfirborðsstefna, ef maður getur sagt svo. Við erum ekki að fara niður í grunninn og það var alltaf ætlunin að fara dýpra. En þetta er alveg rétt og við skulum bara taka upp viðræður þessi mál. Takk. Eitthvað meira, Guðný? Já.
Guðni þakkar Arnhildi fyrir sinn fyrirlestur. Já, svo ég endur taki spurninguna, er það ekki? Jú, gera það. Að þá er það varandi lífsfélagsgreiningu á eldri byggingum eða rauninni hvernig er þetta meta kolefnissporið í byggingum sem er nú þegar hafa verið byggðar og svo þá hvernig við hugsum, hvernig húsafriðunarnefnd í rauninni er að hugsa varðandi þá vernd húsa í tengslum við loftslagsbreytinga þá líka og minjar. Og varandi lífsfélagsgreiningu eða greiningu á eldri húsum þá í rauninni er hægt að reikna þetta bara með svona sömu aðferðum og í dag það er þá aldur efnisins, upprunið þess þurft að flytja það er náttúrulega ákveðna bara forsendur sem er hægt að nota til þess að finna þetta út og samantekt á því og þá hversu mikið kolefni það svo byggingar aðferð eða svo efnisöflun hversu mikið kolefni það losaði með við þann tíma sem efni var framleitt á. Varandi húsafriðunarnefnd og þá náttúrulega er ég að tala kannski svolítið líka fyrir sjálfa mig því, ég veit svo mikið alveg hvort að allir eru sammála mér í þessu en ég kem allavega þarna inn með það markmið að kannski að leggja áherslu á þessi atriði og mér finnst mikilvægt að við lítum á öll efnin sem eru í öllum húsum óháð því hvort er búið að friða eða vernda þau af öðrum ástæðum að við verðum að bæði vegna menningar og menningar tenginga og til dæmis sérstaklega eins og nú eru margar byggingar sem tengdar iðnaði sem hafa mjög mikið gildi og vægi en kannski ekki arkitektúrin eða byggingarlistin en þarna getum við til dæmis nota þessi rök kannski fyrir því að passa upp á all þessi hús að þarna er bara efni mikið og oft gæða efni betra heldur en að er í nýjum húsum sem við gætum haldið áfram að nýta. Þannig að eins og ég segi, ég get kannski ekki tala fyrir nefndina alla en þetta er allan áherslan sem að ég kem með inn í hann. Takk ykkur fyrir. Eru fleiri spurningar? Stefán aftur. Já. Andrés. Ertu til að endurtaka spurninguna svo? Innan sveita eða það sveitarfélag sem ég segja nú hafa nokkur formlega félög af sér tilurinn eða við starfandi en allar styrkveitingar úr framlöðsöld var gjörsamlega horfið í þessa átt. Er það ykkur breyting á þessu? Sko já, það er ástæða fyrir að ég ávarpa þennan hlut alveg sérstaklega því að ég veit það bara sjálfur að eigin raun hvað skiptir miklu máli að geta tala inn í þessu hópa og náð betri samskiptum en svo ég skilji þér rétt fara fjárveitinga, hvað sagðirðu? Þetta voru fyrir 10 árum að þá komu upp svona lítil fornleifafræði félög, það var ekki Þingeyjarsýslu, það var eitthvað á Barnaströndinni og þau voru að sækja í fornleifasjóð en síðan bara gjörsamlega skorið á allar styrkveitingar til þessara
Já, ég held að sé nú, já. Já, já. 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 Akkurat, já. Ég hef fulla skilninga á þessu. Ég vissi reyndar ekki að það hefði verið fjárveitingar til félagana en enda er ég bara búin að vera starfandi í 2 ár. Það sem við erum náttúrulega bara fyrst og síðast uppbyggin af er að horfast í augu við það fjármagn sem við erum að fá í hendurnar sem er náttúrulega fyrir neðar allar hellur. Við vitum það og það fer bara verulega mikil tími hjá okkur í það að reyna að berjast fyrir meiri fjárveitingum inn í sjóðin. Við erum náttúrulega fyrst og síðast að horfa á verkefnin og þau eru nú nógu mörg og ég held að það hafi verið sótt ríflega 200 milljónir við síðustu úthlutun og við höfum 73 til ráðstöfunar og það segir sitt alltaf mikið sjálft og þetta er allt saman verkefni, mjög aðkallandi verkefni sem við sitjum með í höndunum. Þannig að þegar það kemur að því að forgangsraða, þetta er bara eins og líka við stöndum oft frammi fyrir því að vera með 2 og erfitt að skera úr á milli umsókna. Þannig að það var samdóma álit til dæmis nefndarinnar síðast að líklega hefðu aldrei komið jafn margar góðar umsóknir og þegar það er farið að greina á milli þá erum við að nota ákveðna mælistikur til þess að komast að niðurstöðu. En eins og ég segi, fyrst og síðast eru það bara verkefnir þarna úti, skráningar og önnur slík brýn verkefni sem við erum að leggja áherslu á. Það að styrkja einstök félagasamtök til þess að vinna þessu verkefnum, það er bara mjög þröngt að koma því fyrir með það fjármagn sem við höfum til ráðstöfunar. Ég meina, sjóðurinn var rétt rúmlega 40 milljónir þegar að ég kom að borðinu og tókst að vikta hann upp í 73 ár tíðanbundið. Svo komin aftur niðurskurður núna og þetta er endalaust hlaup bara þrýst á fjárveitingavaldi og það verður ekki sagt um okkur í þessari nefnd að það hefði ekki verið reynt til fullnustu að sækja þá fjármuni og við áttum vel að merkja í fyrsta skipti sem hefur verið boðað til svona almenns fundar með fornleifafræðingum og milli sjóðsins daginn og þessu var mjög gott samtal á milli þar sem við fórum yfir bara stöðu okkar og burði til þess að mæta þeim kröfum sem eru gerðar til okkar. Við erum að þjónusta ykkur, við gerum okkur grein fyrir því, en við erum með hinni hendina að horfast í augu við fjárveitingavaldið og auka skilning þess og við getum sett í fleiri verkefni. Takk. Kannski bottom line í þessu er að það er, verið að horfa á verkefnin og gæði umsókna en ekki endilega hver er skrifaður fyrir umsókninni. Þannig að það kannski, já. Takk ykkur fyrir. Er einhverja spurningar, Sólrún, sem þú ert með? Ekki neinar? Já, eru fleiri spurningar? Ekkert sem ykkur liggur á hjarta. Er eitthvað sem að þið viljið koma svona áleiðis? Er þið búin að segja? Hæ? Eitthvað svona. Já. Nei, mér hefur fundist þetta mjög áhugavert. Sumt af þessu er ég mun ver að mér í en öðru og mér fannst til dæmis þetta verkefni sem að þið Ómar Valur og Oddgeir eruð að vinna núna mjög spennandi. Ég vissi svona eitthvað að því en ekki nákvæmlega hvað þið værið að gera. Það verður gaman að fylgjast með þróunni og því sem að verður. Og við höfum auðvitað alltaf áhyggjur af svona tæknimönnum, iðnaðarmönnum. Við höfum áhyggjur af því að okkur vantar slíka menn, þótt að séu verulega góðir menn í vinnu, eins og við vitum öll, að þá vantar fleiri alltaf. Þannig að það er svona eitt af því sem að við höfum áhyggjur af.
Og svo þetta með hjá Sigurði að þegar ég var að byrja að grafa að þá var maður með línulóð og tommustokk og eitthvað svona múrskeið. Þetta orðið allt annað núna og mjög spennandi að fylgjast með þróun og eins líka því sem að þið eru að gera í fornleifaskráningunni, þrívítar, módelgerð og öllu því. Þannig að þetta allt mjög spennandi. En ég bara ætla að láta þessu lokið ef það eru ekki fleiri spurningar og þakka ykkur innilega fyrir að koma öllum og þakka ykkur fyrir spurningar og sumt eða ekki sumt. Við munum taka það svona til athugunar sem okkur hefur verið bent á sem að við höfum kannski ekki alveg áttað okkur á en við skulum athuga hlutina og ræða við ykkur. Takk.